Guðmundsson. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 24. ágúst árið 2021 og settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Fundur númer 1336 og haldinn í bæjarþingsalnum við Stillholt. Fundinn sitja sá sem hér talar, Valgarður L. Jónsson, forseti bæjarstjórnar, og bæjarfulltrúarnir Einar Brandsson, Elsa Lára Arnardóttir, Ragnar B. Sæmundsson, Kristinn Halli Sveinsson, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og Ólafur Adolfsson og varabæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson sitja fundinn í fjarveru bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur og einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Og ég býð fundarmenn velkomna til fyrsta funda bæjarstjórnar að loknu sumarleyfi og jafnframt vil ég fyrir hönd bæjarstjórnar senda hamingjuóskir til bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur og hennar fjölskyldu en hún eignaðist stúlku í morgun og þeim mæðgum heilsast mjög vel. Áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórnarfundarskvöld Akraneskautsstaðar 696 frá árinu 2013 að tekið verði inn með afbrigðum eitt mál. Það málsnúmer 2108-132 aðalskipulag breyting á mörkum skógarhverfis. Málið var samþykkt á fundi skipulags- og umhverfisráðs 19. ágúst síðastliðinn samanber fundargerð ráðsins númer 206 sem á dagskrá fundarins. Málið verður númer 2 í dagskránni verði þetta samþykkt. Og ég óska eftir viðbrögðum fundarmanna við því að þetta mál verði tekið inn á dagskrá. Þeir sem eru því samþykkir gjörðu á merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsti dagskrárliður hefur málsnúmer 2101-231. Þetta skýrsla bæjarstjóra árið 2021 og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir helstu atriði í störfum sínum frá 9. júní síðastliðinn. Það Freyr, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Við byrja á þessari ræðu að senda bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur og hennar eiginmanni fjölskyldu til hamingju með nýfædda dóttur. Í dag flyt ég skýrslu bæjarstjóra frá tímabilinu 8. júní til dagsins í dag. Eðlilega hefur sumarleyfi haft töluverð áhrif á þetta tímabil en ég ætla að fara yfir það helsta sem hefur drifið á dagar okkar síðan 8. júní. Og vil ég þá byrja á því sem eru stærstu fréttina sem okkur tengist okkar framtíð. En það samstarf föngun kolefnis og nýtingu glatvarma, þar sem var skrifað undir viljayfirlýsingu samstarf Elkem, Veitur, Carbfix, Þróunarfélagsgrundfanga og var Þórdís Kolbrún ráðherra með í verkefni að keyra þetta verkefni áfram. Þar sem við getum farið í fjölnýtingu allra þeirra efnisstrauma sem eru staðar á Grundarfjörðssvæðinu. Markmið að draga vel úr losun gróðurhúsalofttegunda, efla orkuskipti og nýsköpun. Og þetta auðvitað draumur að þarna mögulega að fara að rætast. Að fanga möguleika fyrir þetta svæði sem við erum búin að vera að vinna í gríðarlega langan tíma. Og sömuleiðis var annað verkefni sem var klárað skömmu síðar, þar sem var ritað undir áform samstarf
Landsvirkjunar Carbon Recycling International, Elkem á Íslandi og Þróunarfélag Grundartanga. Það sem verið að vinna að skoðun og framleiðslu á grænu metanóli. Bæjarfulltrúar þekkja þetta mjög vel, en saman þessi verkefni mögulega eina stærstu fréttir sem hafa drifið á okkar daga núna í ansi mörg ár og því ber að fagna. Og ég vil sérstaklega fá að koma á framfæri þökkum til bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar sem hefur verið formaður Þróunarfélags Grundartanga sem búin að vinna að gríðarlega mikilli elju í þessum verkefnum og svo mikil áhersla hefur verið á þetta á okkar hálfu meðal annars vegna óvissu sem að ríkir Grundartangasvæðið að við höfum sett allan þunga í þetta og það í rauninni ótrúleg tækifæri sem að munu leysast úr læðingi takist að komast á þann stað að Elkem verði með langtíma samningar hér sem í rauninni næsta skref sem við þurfum að tryggja. En þetta eru gríðarlega mikilvæg skref og vonandi munum við sjá enn skarpari ákvarðanir teknar í þessu á næstu mánuðum. Þá í önnur hefðbundnari verkefni, úthlutun lóða fór fram, þar sem við sáum Skógarhverfi 3A fara í gang, þar sem var til úthlutunar 6 raðhús og 11 einbýlishús og þar sem ætlunin að hægt verði að hefja uppbyggingu á því svæði áramótin. Við kláruðum úthlutun á þessu 5. ágúst. Það verður eftir 4 einbýlishúsalóðir og ég hvet alla til þess að nýta sér þann möguleika sem hafa áhuga á uppbyggingu að sækja þessar 4 einbýlishúsalóðir þegar þær koma inn fljótlega. Það hægt að fá upplýsingar það á vef Akraneskaupstaðar og í auglýsingunum sem hafa farið í loftið. Guðlaug fór í nýjan opnunartíma, fer í nýjan opnunartíma 31. ágúst og það má nefna á tímabilinu hefur við byrjað gjaldtöku. Kortasjá, þar núna hægt að sjá framkvæmdir sem að standa yfir í kortasjáni sem fín og góð viðbót sem hefur verið. Hvað var það framkvæmdir, þá er götuviðhald í gangi við Garðagrund og Leynisbraut, Akrafjallsveg, Innnesveg, Malbyggarkafla við Akrafjallsveg, gatnamóta Innnesveg og Akranesveg. Faxabrautin markmiðið var að henni, það verkefni er búið 1. september þegar við skrifuðum undir. Það lítur út fyrir að það muni þeir 2170 metrar sem hefur verið að klára þar muni tefjast og verða tilbúið einhvern tímann inn í október mánuði. Og svo getum við séð, þarna var ég að vísa hvað var það Akrafjallsveginn og Innnesveginn, þar þessi 2170 metrar fyrir ekki fór inn á línuvill, Faxabrautin það átti ekki við það. Þannig að við erum síðan að sjá Sandabraut núna og framkvæmdir þar. Við erum búin að breyta henni í Bottlanga og vegna framkvæmda niður Faxabrautina. Það framkvæmdir ætti að vera næstu 5-6 vikur og síðan Dalbraut gatnaframkvæmdir í gangi frá 16. ágúst til sirka 30. ágúst. Og Leynisbrautin gert ráð fyrir gatnaviðhald til að hreinsa upp úr sprungum og fylla í sprungunar og það búið að vera í gangi og vonandi lagar aðeins vegina þar í einhver tíma áður en farið í stærri viðhaldsframkvæmdir á þeim. Fasteignagjöld, þar tókum við saman hér starfsfólk hjá Kaupstað vinna á gögnum sem að Byggðastofnun hafði unnið fasteignagjöld sveitarfélaga og þar var hægt að sjá að Akranes var með næstlægstu fasteignagjöld sveitarfélaga á suðvesturhorni landsins þegar var búið að draga það sem að sneri að þeim hluta landsins. Og við gerðum samning 1. júní við ÍA hækkun styrkja sem að felur í sér að við munum styrkja rekstur ÍA
með beinum hætti 4,5 milljón sem ætlað inn í almennan rekstur íþróttabandalagsins og svo fer til að greiðsla sem hækkar umtalsvert sem að fara í 35,1 milljón króna og vinnuhópur sem starfaði á árinu ákvað að fara muni 23,4 milljónir fara í barna- og unglingastarf og 11,7 milljónir í styrktarsjóð sem verður í höndum IA með aðkomu Akraness kaupstaðar. Gildir þessi samningur út árið og samtal áfram við IA það sem tekur við í framhaldinu. Þýskir dagar voru haldnir 22. sinn og var gríðarlega mikil aðsókn. Má segja að við höfum verið nokkuð heppin með tímasetningu á þessu með við stöðu COVID-faraldursins þar sem við gátum nokkuð frjálst höfuð skrokkið. Það var faraldurinn akkurat á þessum tíma þó að viðburðirnir sem voru skipulögð hefðu tekið mið af því að COVID stæði yfir. En þarna fengum við glæsilega írska dagar sem heppnuðust vel. Nokkur skemmtiferðaskip komu í heimsókn á tímabilinu júlí til ágúst, NG Explorer og NG Endurance og MS Quest og við sendum upplýsingar til allra þessara skipa með upplýsingum hvað var í boði hér á Akranesi og reyndum að ná meðal annars til áhafnarmeðlima þar sem að flestir farþegarnir fóru rauninni á flakk út úr bænum í skipulagðar ferðir sem þegar var komið hingað. Hvað varðar Jaðarsbakka þá hefur verið óskað eftir tilboðum í jarðvinnu vegna byggingar á íþróttamiðstöð Jaðarsbakkum og lýkur það útboð eða opnar útboðið 14. september. Og svo fór fram árlegt viðhald á Jaðarsbakkalögum 9. til 13. ágúst. Útboðið innanlandsfrágangi í leikskólanum að Asparskógum 25 fór sömuleiðis fram og það nú í gangi og gert ráð fyrir ef ég man rétt að útboðið verði opnað 20. september og sömuleiðis verið að klára annað útboð sem tengist uppbyggingu þar sem 30. september, ég kem að betra á því aftur. Og svo var haldinn kynningarfundur vegna breytinga á aðalskipulagi. Sá fundur fór fram 19. ágúst að kynna breytingar á aðalskipulagi Akraness 2005-2017 og svo var könnun vegna skipulags- og hönnun Langasandsvæðis sem sendum sem var í gær, margar spennandi hugmyndir sem það eru og hægt að sjá á vef Akraness kaupstaðar þessar hugmyndir sem að teymin 3 sendu inn og verið að óska eftir því að íbúar láti í ljós álit sitt fyrir 5. september og þá mun dómnefndin sem að vinna með þetta fjalla þetta áfram áður en að ákveðið hvernig svæðið mun prófast til framtíðar. Opnað hefur verið fyrir tilnefningar til umhverfisviðurkenninga, kláruðum samninga með skátafélaginu og við höfum verið sömuleiðis að skoða möguleika varðandi stóra skátasvæði í Skorradal þar sem við höfum haft 50 ára samning við ríkið sem rennur út árið 2024 og bæjarstjórinn búinn að eiga nokkur símtöl og fundi með ríkiseignum og öðrum sem hafa komið að þessu og mun málið koma til ákvörðunar til bæjarráðs á næstu vikum. Margir sumarstarfsmenn voru ráðnir á marga vinnustaði í sumar og var gríðarlegur fengur í þessum flotta unga fólki sem kom hér til starfa. Í Grundaskóla hefur verið mikið effort í verkefni sem við fengist við þar sem var það loftgæða vandamál og rakavandamál sem að þar hefur verið að herja á skólann og
Þetta hefur snert gríðarlega mörg svið kaupstaðarins, bæði hvað varðar viðgerðir og ráðstafanir og stjórnendur staði sem prýði í því að tryggja að þetta verkefni hafa sem minnst áhrif á börn og foreldra. Ljóst að áhrifin hafa samt sem áður verið mikil og við senda öllu þessu fólki mikið þakklæti fyrir það hvernig hefur verið reynt að gera þetta eins sársauka lítið og mögulegt fyrir alla hlutaðeigandi. Og bæjarráð hefur samþykkt að vinna með tillögur að endurbótum Grundarskóla og glæsilegri uppfærslu á húsnæði og erum við að undirbúa kynningafund með foreldrum sem fyrirhugað að verði núna á næstu eða þarnæstu viku. Rekstraruppgjör hefa verið unnin eins og áður, nema nú höfum við verið að vinna með mánaðarlegu uppgjör sem kynnt í hverju mánuði og það hefur verið tekið inn í bæjarráð. Það margt nýtt í framsetningu og vinnu sem við höfum verið að vinna með, sem hefur í leiðinni gefið okkur kleift að grípa fyrr inn í rekstur. Það að skila sér vel í upplýsingagjöf til stofnana sem að hafa þá möguleika á því að taka reksturinn og vinna með þann hætti að hægt sé að lækka kostnaðarliði ef það einhver sem sér fram á þessi að stefna fram. Við höfum lokið á fyrstu 5 mánuðum og fyrirhugaðar kynning á rekstri í júní og júlí í bæjarráði á 5. dag. Við höfum haft töluvert miklar áhyggjur af því hvað varðar rekstur félagsþjónustu en barnavernd, málefni fatlaðra, stuðningsþjónusta og sérúrræði í búsetuþjónustu hafa búið til með mikla útgjaldaaukningu sem við höfum verið að vinna með. Og við áttum meðal annars fund með Ásmundi Einari Daðasyni, félags- og barnamálaráðherra rétt áður en þessi bæjarstjórnarfundur hófst, þar sem að þetta mál var meðal annars á dagskrá. Á tímabilinu átti bæjarstjóri ýmsa áhugaverða fundi. Við erum búin að taka nokkuð marga fundi með KPMG vegna þeirra fjármálagreiningar sem búin að eiga sér stað. Er í gangi hér hjá okkur en svo var tekið sumarleyfi yfir svona hásumarið og sú vinna að fara í gang og vinnufundur með stjórnendum í næstu viku og gert ráð fyrir að í kjölfarið verði farið vinnan inn á borð kjörinna fulltrúa og inn í fjárhagsáætlunarvinnu næsta árs og verði þetta grundvöllur að ákvarðanatöku fyrir fjárhagsáætlun ársins 2022 og væntanlega árin sem koma þar á eftir. Ég átti fund með Stefáni Skafta sem hafði mikinn áhuga á að eiga fund með bæjarstjóra atvinnumál og málefni fatlaðra. Við erum búin að leggja mikla vinnu og mikil vinna yfir sumarið að innleiðingu stafrænna lausna fyrir sveitarfélögin. Þar ég formaður stjórnar stafræns ráðs sveitarfélaga og fyrsta lausnin sem í þróun þar veflaust sem að sér umsóknarferli fyrir fjárhagsaðstoð og erum við í svona alfa innleiðingu á þeirri lausn fyrir Hafnarfjarðarkaupstað núna og gerum ráð fyrir að fara í beta innleiðingu með nokkrum öðrum sveitarfélögum núna þegar nær dregur áramótum. Samhliða þessu búið að vera að ráða inn starfsfólk hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga sem á að taka að sér að ná utan það verkefni að klára innleiðingar hjá sveitarfélögum á þeim lausnum sem verða teknar í notkun ásamt því að aðstoða sveitarfélögum í að semja ýmsa samninga, svo sem Microsoft samninga og annað, sem að sveitarfélögum mun ákveða að vinna saman. Og sömuleiðis hefur þetta ráð sent frá sér forkönnun til allra sveitarfélaga á landinu sem saman í þessu verkefni það hvaða lausnir þau vilja að verði farið í fyrst, af því að það þarf að forgangsraða hér og mun niðurstaðan koma með tillögu til sveitarfélaga og þá mun sveitarfélaga ákveða hvort þau ætla að taka þátt í þessu samstarfi inn í frekari þróun á lausnum
í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2022. Landsvirkjun og Samtök iðnaðarins voru með áhugaverðan fund tækifæri í orkusvæðum iðnaðar sem bæjarstjóri sótti. Það var hugmyndasamkeppni á Breið hefur verið undirbúin í samstarfi þróunarfélags á Breið með Brim og Akraneskurta. Við gerum ráð fyrir að það verði 5 teymi sem munu þá vinna að því að koma með hugmyndir hvernig það svæði á að þróast til framtíðar. Vistvanir iðngarðar búið að vera verkefni sem við höfum lagt mikla vinnu í og höfum haldið áfram að vinna að því núna í sumar. Við höfum átt meðal annars fundið með merkjaklöpp, með Veitum, með Orku náttúrunnar, með Landsvirkjun á þessum tímabili og erum áfram að þróa útfærsluna og hvernig við ætlum að standa að þessu svæði og erum í undirbúningi sölu átak til þess að ná til fyrirtækja í svæði. Og við lukum sömuleiðis á þessu tímabili áhugaverðum áfengum hvað snertir Hvalfjarðarsveit, þar sem að við náðum saman rekstur slökkviliðsmála og ásamt því að við höfum náð saman færslu sveitarfélagamarka. Við höfum síðan eftir að klára samninga og praktíska atriði hvað þetta var. Útfærslu á því hvernig bæjar og sveitarstjórnir munu klára að afgreiða þetta sín á milli áður en að ráðherra færir sveitarfélaginu. Og svo eru fasteignamálin. Við erum búin að hitta áttum fund með ríkinu, þar sem að við vildum fara yfir nokkuð sameiginleg mál og má segja að það sé mikill áhugi hjá ríkinu að við tökum ákveðin mál áfram. Það sem snertir kirkjuhvolf sem er inn á lóð sem er deiliskipulögð fyrir stækkunarsvæði hjá sjúkrahúsinu og sömuleiðis Mánabraut 20 sem er inn á því svæði sem Sementsreiturinn og svona eru línar að skerpast í því hvernig við myndum taka það áfram með ríkinu. Við áttum ansi marga fundi á tímabilinu með Akraborg, þar sem við erum áfram að þróa svona þeirra verður nánar að frétta því síðar. Kynningarfundur var með verktökum á Akranesi sem hafa áhuga á því að taka þátt í markaðsherferð á markaðsherferð til þess að draga til okkar íbúa hingað inn á svæðið og var svo hugmyndafræði kynnt og fengum við góðar viðtökur og næstu skref eru til ákvarðanatöku hjá bæjarráði á fimmtudaginn kemur. Og svo eru svona flokkarnir byrjaðir að sýna á fjaðrir sínar hvað varðar alþingiskosningar. Ein heimsókn búin að koma hingað inn í hús þar sem að Framsókn mætti og átti fund með þeim bæjarfulltrúum sem hafði tök á að sitja þann fund. Og svo óskuðu efstu menn á lista Sjálfstæðisflokks eftir því að bæjarstjóri færi í dag og rútaði með bæinn og sýndi þeim svona það helsta sem er í gangi í uppbyggingu á svæðinu og hyggjast síðan að koma í frekari heimsóknir síðar hingað til kaupstaðarins en voru þessir efstu þrír bara mjög áhugasamir það er uppbyggingar áform hjá kaupstaðnum og hjá hversu mikið varum að vera í uppbyggingu víða í bænum. Svo var haldinn kynningarfundur vegna skoðunar á því að íbúakjarni fyrir fatlaða verði í Jörundarholti. Við höfum verið að vinna áfram í greiningavinnu vegna sem að snertir veikindi og sérstaklega langtímaveikindi. Það sem var verið að vinna áfram í þessari greiningavinnu í sumar. Það var einn sumarstarfsmaður sem tók að sér að fara dýpra ofan í þau mál. Við áttum nokkra fundi með Fairbank sem að ný stjórn tók við eftir aðalfund
erum við svona að undirbúa fyrirkomulag til framtíðar. Það var það nýja aðstöðuna og fengu Febban aðgang að lyklum inn í húsnæði sem verður opnað á einhvern tíðan á næstu vikum. Verkefnið gengur það ágætlega en eldhúsið töluvert á eftir áætlun en svona aðrir liðir eru í vinnslu. Samhliða þessu þá erum við búin að eiga samtöl við Febban vegna þeirra rakavandamála sem við erum að glíma við hér á bæjarskrifstofunni og höfum við fengið góðar viðtökur frá Febban með það að við verðum í sambúð, þar að segja bæjarskrifstofun og Febban í þessu húsnæði einhver tíma og meðan að framkvæmdir eru í gangi og kemur inn í bæjarráð á fimmtudaginn kemur ákvarðanataka hvað varðar svona kostnað við þessa flutninga og hvaða þá möguleika sem við höfum í því. Og þar er einmitt næsti punktur á blaði hjá mér, en fyrir að þá flutningur bæjarskrifstofu á Dalbraut 4 og sem er þá svona leiðin til þess að halda aftur af, sem við fundum, leiðin til þess að halda aftur af því að þessi flutningur muni kosta bæjarfélagið eins lítið og mögulegt Og svo er hér útboð vegna vinnu við lóðina sem að ég mundi ekki almennilega hvað var hérna rétt á hann en þá eru opnað 30. september. Þá er ég lokið málinu. Takk fyrir bæjarstjóri Freyr Ráðsson og orðið laust skýrslu bæjarstjórn. Það engin bæjarfulltrúi sem óskar eftir að taka til máls og þar með hefur bæjarstjóri lagt fram sína skýrslu. Höfum í annan fundarlið á þessum fundi, hann hefur málsnúmer 2108-132. Þetta fundarliður sem tekið var inn á dagskrá hér í upphafi fundar, aðalskipulag Akraness, breyting á mörkum skógarhverfis. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínu þann 19. ágúst síðastliðinn breytingu á aðalskipulagi Akraness, breyting á mörkum skógarhverfis, breyta þarf mörkum íbúðasvæðis á móti mörkum skógræktarsvæðis til samræmis við fyrirhugað deiliskipulag 5. áfanga skógarhverfis. Samkvæmt tillögu að deiliskipulagi 5. áfanga skógarhverfis liggja lóðamörk ýmist norðan eða sunnan markalínu gildandi aðalskipulags. Flatarmál skógræktarsvæðis minnkar 0,1 hektara og flatarmál byggingarsvæðis stækkar að sama skapi. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að litið verði á aðalskipulagsbreytinguna sem óverulega og málsmeðferð verði samkvæmt annarri málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og orðið laust þessa tillögu, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég umræðu breyting á áfanga tengiskógarhverfi. Á vinnufundi bæjarstjórnar sem fór fram 18. ágúst komu fram hugmyndir lítilsháttar breytingar sem skipulags- og umhverfisráð tók inn til sín á fund 19. ágúst og það eru þær breytingar sem hér til umræðu. Breytingin felst í því að það fjölgun einbýlishúsalóðum eina og breyting á raforkuslóð sem áður voru 3 einingar en verða 6. Þetta hér efst í hverfinu og raun og veru snertir engan, eins og segja þetta minniháttar breyting og held ég verður til þess að við bara fáum betra og skemmtilega hverfi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég
ætla að þakka fyrir það að það hefur verið hlustað á þessa tillögu mína þegar ég kem með hana inn á þessum fundi. Það er hagur okkar að byggja beggja vegna götunnar, nýta plássið og þannig að ég er bara þakklát fyrir það að við hlustað á þau rök og þessi kom fyrir þessu fundi. Þó að seint að vera inn á dagskráni og kannski ekki allir fundamenn haft kannski akkurat tíma hvort fyrir fundi eða rétt fyrir funda því að við erum okkur fundagögnin náttúrulega á föstudögum. Ég treka það bara en annars bara munum stiga þessi. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki og þá legg ég þessa tillögu fram til atkvæðagreiðslu. Lagt til við bæjarstjórn að líta yfir aðalskipulagsbreytinguna sem óverulega og málsmeðferð verði samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga. Samþykkja það, gjör súlukiðamerki. Og það eru 8 atkvæði, einhver á móti, svo er ekki. 8 sem samþykkja og einn bæjarfulltrúi situr hjá. Við förum í 3. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2104-262, deiliskipulag Skógarhverfi áfangi 5. Skógarhverfi áfangi 5 lögður fram fullbúin skipulagsgögn. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag í Skógarhverfi áfanga 5 verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og orðið laust þessa tillögu. Það er ekki saman. Líka. Þetta er sitt hvort fundarliðurinn. Þetta er Skógarhverfi áfangi 5 sem er 3. fundarliður. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson, fyrir orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að taka mér að þessu leyfi í rauninni að fjalla skipulagið í heild sinni, sem sagt ég er undirbjó mig það að geta rætt þetta saman en ég get svo farið með eina sömu ræðu aftur og eftir ef verður skorað á mig. En ég ætla að byrja á því að í rauninni lýsa aðeins yfir undrun minni á því að við skulum vera að ræða þetta mál hér. Við fengum gögnin aðalskipulagsbreytingunni í gær og það er í sjálfsögðu ekkert óvanalegt að við tökum inn mál með afbrigðum og í sjálfsögðu þannig séð hafði ég ekkert á móti þeirri tillögu en það var hún unnin í framhaldi af þeim fundi sem við áttum hér í síðustu viku. Og þar var tekið undir á þessa breytingu. En við erum sem sagt stödd í næstsíðasta kafla vonandi í þeim deiliskipulagsbreytingum sem við höfum verið að gera í Skógarhverfinu á þessu kjörtímabili. Núverandi meirihluti byrjaði þetta ferli í upphafi þessa kjörtímabils og tók í upphafinu þá úr gildi deiliskipulag sem var fyrir og lagði í rauninni ekki í það að skipuleggja þá allt hverfið í einu og
hafði það sem ástæðu til þess að flýta ferlinu, að þá yrðum við að brytja svæðið niður í nokkur deiliskipulag svæði. Nú líður að lokum þessa kjörtímabils og við erum jú farin að sjá votta fyrir gatnagerð í einum áfanganum og við sjáum búðan fyrir leikskólan, hann kominn. Það hefur held ég ekki leynst neinum að ég hef verið á móti og ósáttur við stöðuna eins og hún og ég hef komið því, finnst mér vel á framfæri á þessum vettvangi og fleirum. Og ég ætli sjálfur sér ekki að fara að rifja alla söguna upp. Það býður kannski betri tíma. En það skipulag sem við erum með hér, sem í rauninni unnið af skipulags- og umhverfisráði og þá skipulagshönnuði, en það hefur alveg vantað upp á það að það hafi verið samráð, og það mín skoðun allavega, við aðra bæjarfulltrúa og þá hvað þá íbúa Akraness. Ég tel að þegar við erum að vinna stór skipulög af þessari stærðargráðu, að þá eigi að hafa víðtækt samráð, að minnsta kosti við þá bæjarstjórn sem mun taka endanlega ákvörðun. Því að þetta jú okkar sameiginlegi bær og það alveg örugglega margir í bæjarfélaginu sem hafa sterkar skoðanir og hefur kannski viljað koma þeim á framfæri. Því það ekki öllum sama hvernig bærinn okkar þróast. Og ég hef sagt það áður að það langt best að samtalið og samráðið hefjist í upphafi ferils. Þannig fáum við álit og skoðanir sem flestra og úr þeim þá kannski hægt að búa til tillögur sem þá hægt að ræða áfram en ég alveg klár á því að þó að ferli hefði verið þannig í upphafi, þá hefðum við kannski ekki öll verið sammála, en við hefðum þá verið búin að tala saman og við hefðum þá haft tækifæri að koma okkar skoðunum á framfæri og þá íbúar kannski líka, því að það ekki í rauninni þannig að það séu þeir sem að greiða atkvæði með skipulaginu bera ábyrgð á því. Það við öll, hvort sem við greiðum atkvæði með eða á móti. Þannig að ég vildi segja þetta á þessum tímapunkti. Ef við hefðum borið gæfu til þess að tala saman bara strax eftir að meirihlutinn ákveður að það nema deiliskipulagi sem var fyrir úr gildi. Ef við hefðum bara sest niður þá og þá rætt heildarskipulagi, þá ég alveg sannfærður það að við værum ekki í þeim sporum sem við erum í dag, að það bara
í rauninni komin vísir af vegum eða gatnakerfi í fyrsta áfangunum og púðinn. Heldur vil ég fullyrða það að ef sú leið hefði verið farin í upphafi, þá værum við byrjuð að byggja í skógarhverfinu. Eins og kom hér fram að þá var haldinn fundur hér á síðustu viku þar sem að skipulags- og umhverfisráð kynnti fyrir okkur hinum bæjarfulltrúunum það skipulag sem að átti að samþykkja hér. Það var í rauninni hugsunin að það væri fullmótað skipulag og bæjarstjórn ætti þar af leiðandi bara að taka fyrir og afgreiða það. Á þessum fundi var mjög góð umræða og mér fannst undirtektir þannig að ég átti von á því að það yrði nú lagst yfir deiliskipulagið og tekin einn lágmark einn snúningur á því í viðbót og út frá þeirri umræðu sem var. En niðurstaðan virðist vera sú að það ráðist í að gera eina breytingu af þeim tillögum sem komu fram sem var í sjálfu sér alveg augljóst að það sem var breytt að það fer betur heldur en sú tillaga sem lá fyrir og var því bæting. Aðrar tillögur virðist ekki vera tími til þess að ígrunda og þar af leiðandi sitjum við frammi fyrir því hér að taka afstöðu til þessa deiliskipulags. Ég persónulega er mjög ósáttur við þetta deiliskipulag. Ég hef fylgst með ferlinu svona í gegnum fundagögn. Ég hef komið hér í ræðustól á þessum tíma og komið með svona ábendingar sem að mér hefði hugnast og veit að það kannski ekki heilagur sannleikur hvað ég vil en í rauninni get ég ekki séð að það hafi síðast inn í umræðuna hjá skipulags- og umhverfisráði. Eitt það sem ég hvað óánægðastur með að svo virðist sem að það sé einhver andstaða við það að það séu einbýlishúsalóðir í einhverju mæli. Á þessum tveimur reitum er óvenju lítið af einbýlishúsalóðum. Mér reiknast til að það séu þá orðnar 54 með þeirri breytingu sem var gerð á að gera og liggur fyrir. Sem cirka 8% af þeim íbúðum sem eru þá á svæðinu. Á sama tíma erum við að byggja upp við Dalbrautarreitin með eingöngu fjölbýlishúsa íbúðum og framundan á Langasandsreitnum uppbygging sem ég skal ekki alveg segja en ég held að einbýlishúsalóðirnar þar séu mjög fáar og ábyggilega undir 8%.
Ég held og til að lágmark hlutfall einbýlishúsalóða ætti að vera svona almennt á bilinu 10–15%. Ég lagði til og stakk upp á því á fundinum fyrir viku að Reitur 3C yrði gerður eingöngu þannig, eða skipulagður eingöngu þannig að það yrðu einbýlishúsalóðir. Það hlaut nú ekki mikinn hljómgrunn en samt kom umræða að hugsanlega mætti taka út raðhús og bæta inn litlum einbýlishúsalóðum í staðinn, en það ekki sjáanlegt að það hafi náð í gegn svo umræða, þó þrátt fyrir að því að mér fannst jákvæð umræða í það þá veru að fjölga einbýlishúsalóðum. Svona skipulag á svona stóru svæði stórt mál og fyrir í rauninni framtíð bæjarins og hvernig bærinn mun mótast nokkur ár fram í tímann. Og þar af leiðandi hefðum við átt að hafa meira samráð og við íbúa. Þetta með einbýlishúsalóðir kannski, ég veit ekki af hverju, eins og við erum að virðist vera eins og að sé þá andstaða við þessi einbýlishúsalóðir og ef við hér meira segja inn í deiliskipulagsrammanum fyrir þessi svæði þess getið að meira að segja að það sé unnt að fjölga íbúðum, sem sagt fjölga raðhúsum á kostnað einbýlishúsum. Ég finnst það svona hálfpartinn skín í gegn að við erum sveitarfélag sem viljum ekki einbýlishúsalóðir. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég hef allan tímann verið mjög ósáttur við það ferli sem við hefum verið að ganga í gegnum. Ég hef verið á móti þeim breytingum sem hafa verið gerðar og ég hef ekki séð neitt í þessum deiliskipulagstillögum sem að í rauninni breyta þeirri afstöðu minni að ég mun verða á móti þessum breytingum og ég ætla að enda á því að það alveg ótækt að við séum að taka fyrir svona stórt mál og við fáum gögn fyrir þessar breytingar sem eru núna virðist vera þá enda til land á þannig tímapunkti að við allavega sem að vinnum hjá einkafyrirtækjum og höfum ekki tækifæri til að kynna okkur öll þessi gögn. Dagskráin mér í dag var mjög þétt, þannig að ég sá fyrst, ég meira þess að kalla eftir í gærkvöldi og seinnipartinn í gær að fá þau gögn sem áttu að koma inn í.
og það komu gögn aðalskipulagsbreytinguna og það var fylgdi því að það væri ekki fleiri gögn sem kæmu. En svo virðist vera að núna í dag, veit ekki nákvæmlega hvernig það að þá virðist koma nýr skýringaruppdráttur fyrir deiliskipulagið þá í samræmi við aðalskipulagið. Þannig að þetta kannski dæmigert fyrir í rauninni alltaf ferli sem hér hefur farið fram. Ég mun því greiða atkvæði á móti bæði deiliskipulagsbreytingunni í 5 og 3-7. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og forseti vill taka fram að mun ekki gera athugasemdir við það þó að bæjarfulltrúar kjósi að ræða fundarliði 3 og 4 saman þó við séum hér að ræða fundalið 3. En orðið laust og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhuga í það. Ég get tekið undir margt af því sem kolegi minn Einar Brandsson fór yfir varðandi kannski svona þetta ferli sem við erum í og það er ekki að orðlengja það. Að við hefum kannski kosið að hafa það öðruvísi og þá kannski frá upphafi kjörtímabilsins. En kannski varðandi þessi deiliskipulög sem núna liggja fyrir tillögur að þá í grunninn er ég ekkert í öllum grundvallaratriðum ósátt við þau. En það í rauninni þetta með þetta atriði sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson benti á hérna á undan varðandi hlutfall einbýlishúsa sem við erum að skipuleggja í hverfinu sem að ég ósátt við og ég hef nú frekar kosið að við myndum í rauninni fækka fjölbýlishúsum en ekki rafhúsum eins og lagt til kannski að sé rými fyrir í deiliskipulaginu sjálfu. Að breyta einhverjum fjölbýlishúsalóðum í einbýlishúsalóðir. Og það í rauninni náttúrulega þannig að við horfum á eins og Einar Brandsson bæjarfulltrúi fór yfir hérna þau hverfi sem eru í uppbyggingu hjá okkur. Að þá þetta ansi fá einbýlishús sem við erum að horfa til. Í húsnæðisáætluninni eins og hún var sett fram að þá var verið að reikna með úr þessum 2 hverfum einhverjum 88 einbýlishúsum og ég man ekki betur en að þá höfum við líka tekið þessa umræðu að það mættu vera fleiri einbýlishús í þeim plönum sem við erum að setja fram. Og það í sjálfu sér líka mjög mikil breyting bara á þeirri samsetningu sem í bæjarfélaginu. Og við þurfum þá kannski bara að velta því fyrir okkur, þú veist, hvaða framtíðarsýn hefur það þá í för með sér. Auðvitað viljum við þétta byggð og allt slíkt, en við þurfum samt að gæta einhvers jafnræðis í því og þetta ansi lágt hlutfall einbýlishúsa að mínu viti í þessum deiliskipulögum. Ég samt ekki þar að ég ætla að greiða atkvæði á móti þessu. En ég treysti mér heldur ekki til að greiða atkvæði með þessu. Og ég hefði viljað sjá að við myndum gera þetta öðruvísi. Við erum með mikið af fjölbýli í uppbyggingu
og fyrirhugað á Dalbrautarreit og síðan aftur á Langasandisreitnum. Og ég sé það þannig að við þurfum einhvers staðar að gera ráð fyrir því fólki sem að vill eiga, þú veist, garð og einbýlishús. Men það er bara þannig að í dag eru 31% af íbúðarhúsum á Akranesi einbýlishús samkvæmt því sem kemur fram í húsnæðisráðgjöf. Þannig að þetta er ansi langt seilst í að breyta því hlutfalli. En takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að með leyfi forseta að fá að ræða þessi 2 mál saman, þar sem að það er ekki hægt að ræða þessi ykkur lagi, þar sem að þessi mál tengjast svo mikið. Ég ætla að fá að fara yfir nokkur atriði og margt verður kannski endurtekið í því sem að kollegi minn Einar Brandsson sagði hér áðan og það kannski lýsir því að við erum kannski svolítið mikið á sama stað í mörgu í þessu máli. Kannski svona aðeins aðdragandunum og þá líka hefðinni eða má segja þessi slíku, eitthvað sem maður þekkir sem bæjarfulltrúi. Það hafa verið núna verða 2 kjörtímabil. Málið kemur fyrst fyrir, þessi 2 mál kom fyrst fyrir í bæjarráðinu sem að starfa þá í umboði bæjarstjórnar og átti að fara þar í gegn og ég óskaði strax eftir því þar að við kollega mína í bæjarráðinu að þetta mál yrði tekið út þar sem að það væri búið að óska eftir kynningarfundi og bæjarfulltrúar höfðu áhuga á því að tjá sig þetta mál og höfðu á því ýmsar skoðanir. Það var orðið því og ég vil færa kollega minn í bæjarráðinu kærar þakkir fyrir það að leyfa okkur sem að kannski erum ekki sammála meirihlutanum í þessu máli að fá að tjá okkur í það minnsta og það var kallað til hér kynningarfundur fyrir okkur í bæjarstjórn, þar sem að máli var skoðað og við ræddum meðal annars það sem við erum búin að afgreiða hér varðandi aðalskipulagsbreytinguna sem að mínu mati var algjörlega nauðsynleg til þess að reyna að fá svona það mesta út úr þessu. En fyrir margar sakir þessi skipulög ágætt. En fyrir aðra parta, frá mínum bæjardyrum séð, þau fráleið. Til að mynda meirihlutanum mjög tamt að tala blandaða byggð. Og ég hef alveg tjáð mig það í þeirra eyru að ég ekki á móti blandaðri byggð. En þetta er líka alltaf spurningin hvar finnum við, það verður náttúrulega aldrei besta blöndunin, en hvar kannski heppilegasta blöndunin. Og hér sýnir það sig svart og hvítu að við erum ósammála í því. Það voru mér mikil vonbrigði líka eins og Einar Brandsssyni að við ræddum hér fram og tilbaka á löngum fundi hvað sjónarmunurinn okkar á þessu skipulögum var ólíkur. Og
ef við horfum bara á fjölda íbúa í þessu hverfum, og þá ég bara að horfa á svo tölur sem eru max-tölur, sem sagt hvað við getum mögulega mest byggt í þessum tveimur deiliskipulögum. Og þá að tala fjölbýlishús 400, raðhús 200 og einbýli 53. 53 einbýlishús og Sandra Margrét nefnir hér áðan 8% af heildinni. Þetta svona rúmlega ein reynigrund, bara svona við áttum okkur á samhenginu. Þar sem eru, held ég, að með minnir 46 hús, þannig að þetta svona rétt rúmlega það. Og hvað erum við að horfa til langs tíma? Erum við að horfa til næstu 20 ára? Og á hvern hallar þá? Ætlum við alltaf að horfa á fyrstu íbúðareigendur af því seinna meir? Þá vilja þeir kannski aðra íbúðarleið. Og hvaða val hefur frá þetta fólk? Maður hefur alveg fengið til sín fólk, íbúa á Akranesi, þar sem þeim finnst bara aðeins halla á það, þeir finna ekki aðra eign. Þetta hefur markaðurinn verið óbúslega erfiður og kerstum margar íbúðir sem fara á sölu og sumar íbúðir sem hús bara fara ekki á sölu. Það er náttúrulega jákvætt fyrir markaðinn, en þarna bara að sjá það kristaltært að blöndurinn hjá okkur ekki góð. Ég vil ræða líka tenginguna við þjóðvegi. Síðast ég vissi þegar við sóttum þessa beiðni, þá var því hafnað. Þar stendur það mál núna af því að rökin sem ég fæ, eða fékk á þessum fundi, að það verði að vera fjölbýli upp með veginum sem tengir við þjóðvegi. Ég keypti inn í mörg sveitarfélög. Og þetta ekki alltaf svoleiðis þar. Það hagkvæmast að færa þetta rök fyrir því. Ég vilja vita líka, og formaður skipulags- og umhverfisráð á væntanlega eftir að koma hér upp og fara yfir einhver svör, hvar það mál stendur með vegagerðinni. Ný beiðni þar inni eða það bara mál sem í dvala og við ætlum bara að byggja eins og við fáum þjóðvegi. Ef við horfum bara aðeins aftur á þessar tölur sem ég var að nefna, þá eru Sandra Margrét og Einar Brandsson búin að nefna hér önnur skipulög sem í uppbyggingu. Dalbrautin 250 íbúðir, allt fjölbýli. Sementsreiturinn pluss mínus 300 til 350, mest fjölbýli. Þetta gefa okkur 1000 íbúðir í fjölbýli. Þarna erum við náttúrulega bara að sækja væntanlega á einsleitan hóp þó að fjölbýlin geta verið ólík. Við erum ekki að horfa til einhverjar heildar. Hvernig samfélag ætlum við að eiga hér á Akranesi? Hvernig erum við að horfa til framtíðar? Mér finnst þetta að vera svona áhugavert að taka þessa umræðu með 50 einbýlishúsalóðir á móti öllum heimum. Og ef við ræðum aðeins þetta samtal sem var í sjálfu sér einn fundur þetta risastóra hverfi. Við erum að tala þetta hverfi 22 hektara lands. Og það einn fundur með bæjarfulltrúanum. Samanborið til dæmis með Sementsreitin í 9 hektarar. Það var ekki smá ferli sem var þar inni. Þetta var það kannski aðeins í meiri nálægi og í þéttingu byggðar og kannski annars konar verkefni. En það sama með Dalbrautarreitin. Það átti sér stað miklu meira og dýpra samtal milli bæjarfulltrúa og koma þessu fyrr líka við íbúana. Og því eins og Einar Brandsson sagði þér að það er fullt af fólkinu í samfélaginu sem við líka bara áhuga að ræða skipulagsmál. En ef við kosin til þess að taka ákvörðun.
Í lok þessarar samráðsfundar sem við áttum hérna bæjarfulltrúarnir, þá spyr ég hvort að þetta erindi komi inn á fund, næsta fund bæjarstjórnar og mér var tjáð á ásamt fleiri sem voru þar að formaður skipulags- og umhverfisráðs og embættismenn ætluðu að eiga allavega orð við skipulagsstofnun og við fengum þau gögn mjög seint og ég tek undir það að við sem erum á kafi í vinnu eins og svo margir sem við þetta bara sitja að maður vil geta kíkt í gögnin þegar að gögnin koma á föstudegi og eiga kannski helgina af því maður hefur ekki kannski tök á að fara að líta yfir gögn sem senda manni samdægurs. Það er bara ekki bóðlegt. En okkur tjá það að þetta allavega að senda hann póst og við erum látin vita hvort þetta er tekið inn á fundi. Og ég kallaði eftir því. Og ég sagði þess ástand, það er ágætt að vita það ef þetta kemur inn á fundin til þess að geta undirbúið sig. Og alveg svo ég heyri, ég hef mínar skoðanir á þessu skipulagi. Gögnin koma inn í gáttinn á föstudaginn og þar eru gögnin óbreytt. Sem að segir manni það að það var ekki tekinn fundur og þessar vangaveltur annarra bæjarfulltrúa rætt. Þeim var bara stungið undir stólinn eða ekki áhugara eða frekar. Mér hefði alveg fundist að formaður skipulags- og umhverfisráðs hefði getað að láta okkur vita, hringt í okkur eins og talað var og hvernig máli myndi vera lagt upp á þessum fundi. Þó svo hann hafi ekki haft áhuga á þessu kjörtímabili að eiga samskipti við oddvita sjálfstæðismanna, þá hefði hann getað sent honum allavega póst. Og eins og kannski þið heyrið, þá get ég ekki greitt þessu skipulagi atkvæði mitt. Og það snýr bara þessari blöndun og enn og aftur, það er margt samt gott, en blöndunin á mínum mati er ekki góð með alla þau uppbygging sem á sér stað í samfélaginu okkar, af því það hallar verulega á suma hluti sem ég fór yfir. Að öðru leyti þakka ég á það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhuga. Líkt og þeir sem hafa undan mér komið, ætla ég að ræða bæði skipulög, það er að segja Skógarhverfi 3C og Skógarhverfi 5. Mínum hugur er að leggja fram hér virkilega gott skipulag. Það hefur mikið, eins og undan mér hafa komið, hefur tíðrætt blöndunina. Ég held einmitt að við séum að leggja fram bara mjög góða hluti. Við erum að leggja fram eins og við farið yfir 50, þetta er lóðir fyrir 54 einbýlishús, 198 ráðseiningar og 307 til 388 íbúðir í fjölbýli, allt eftir því hversu stóra íbúðir er. Það hefur bent hérna á fjölbýli sem er að vísa á sama tíma við Dalbraut og Semisveit. Fjölbýli er ekki bara fjölbýli, frekar en einbýli er ekki bara einbýli. Fjölbýli sem er að vísa við Dalbraut og Semisveit eru annars konar íbúðir. Það eru íbúðir með bílakjallara, mikið af þeim með stærri íbúðir og þar af leiðandi með dýrari íbúðir og ekki sami hópur nema að litlu leyti.
að þetta séu bara fyrstu kaupendur ég bara alls ekki sammála. Ég alls ekki sammála því og það þarf ekki annað að líta bara til þeirra íbúa sem búa hér nú þegar í Skógarhverfinu að sjá það að það allur gangur. Það fólk sem að byrja að búa, það fólk sem að trappa sig niður, að minnka einbýlishús og fara í fjölbýli og annað. Þannig að þetta var ekki bara við fyrstu kaup. Ég held að sé mjög hollt fyrir samfélagið og mjög gott að við séum með hann með góða blöndu. Þarna séu allir þjóðfélagshópar sem búa saman í sama hverfinu. Við eigum eftir að skipuleggja 3D sem efst. Það hefur komið fram og þær tillögur sem eftir að hafa séð. Það hefur verið lágreistið, það hefur verið einbýli, rað og parós. Og ég ætla að trúa því að það verði það. Þessi einbýli og hugsanlega raðhús. Ef við setjum bara einbýli þar, þá erum við að tala töluverðan fjölda. Í þessu skipulag þá hefur við mikið lagt upp úr öllum tengingum inn og út í hverfinu, umferðaröryggi. Hverfið á að vera 30 km, þessi hangvarsvæði. Það verður mikið lagt upp úr stígum, tengingum við nærumhverfið, skógræktarsvæði, stígar sem þvera allt hverfið, tengingar inn á skólalóð, tengingar á eldri stígakerfi. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði hér áðan hringtorgið. Það bara þannig í skipulagslögunum að við megum ekki leggja fram skipulag sem þetta nema Vegagerðin sé búin að gefa grænt ljós á þessa tengingu. Það svo bókaður fundur með Vegagerðinni núna 1. september þar sem þetta hringtorg til umræðu og eins hringtorg á Þjóðbraut. Hins vegar þetta hringtorg ekki komið inn á fjárhagsáætlun en það eitthvað sem við erum að vinna með. Þeir vita af því að við þurfum fyrsta lagi að rjúfa veginn þarna. Lagnir þurfa að koma ofanfrá í þennan áfanga. Hitalagnir og skorp kemur ofanfrá. Þannig við þurfum hvað sem að rjúfa veginn. Vegagerðin búin að opna á þarna koma undirgöng. Þeir stígir sem á að koma þarna og eru jákvæðir fyrir hringtorgið. Þannig ég mjög bjartsýnn fyrir þeim fundi. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir talaði vitnaði í vinnufund bæjarstjórnar sem talaði að bæjarfulltrúi eru látnir vita af framvindu þessa máls. Laugardaginn 21. ágúst fengu allir bæjarfulltrúar póst með fundargerð 207. fundar skipulags- og umhverfisráðs. Það sem kom fram að það hefur verið farið í þessar breytingar efst í Skógarhverfi 5. Það eiga allir flokkar fulltrúa inn í skipulags- og umhverfisráði og mér vitanlega eru allir bæjarfulltrúar í mjög góðu talsambandi í sínum flokkum. Þannig að og það eins að fundargerðinni má ráða hvaða aðgerðir var farið í, hvaða breytingar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á nokkra punkta. Hann talaði eins og oft áður með meirihlutann. Þetta er rétt hjá hann, það er meirihluti eða það er fullt samstaðan það í skipulags- og umhverfisráði að leggja þetta fram. Allir fulltrúar skipulags- og umhverfisráðs eru samstíga þessu og hafa verið það í gegnum allt ferlið. Vissulega hafa komið upp mál þar sem menn hafa ekki alveg verið sammála en okkur hefur hlotnast að ræða okkur niður niðurstöðu og leggja þetta fram þess vegna öll og í góðri sátt. Og aftur það eiga allir flokkar fulltrúa í skipulags- og umhverfisráði. Skipulagsferlið gerir að sjálfsögðu ráð fyrir aðkomu íbúa að ferlinu og síðasta aðkoma þeirra var einmitt kynningarfundur sem var núna daginn fyrir sumarfrí. Og bæjarbúar hafa haft
mörg tækifæri til þess að koma með sín sjónarmið. Í upphafi komu fram, eins og allir muna, kröftug mótmæli frá íbúum sem bjuggu næst þá í 3. Ég tel að við höfum orðið við mörgum af þeim athugasemdum, auðvitað ekki öllum og það er ekki allir sáttir, en við höfum alltaf náð að sætta ákveðin hluta, en það er alltaf viðkvæmt þegar breytingar eru svona í næsta umhverfi. Og ég vona að þegar framlíða stundir þá sjáum menn að við höfum verið að gera vel. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom líka inn á vinnufundinn og talaði að svo virtist vera sem ráðsmenn hefði ekki gefið sér tíma til að vinna þetta betur. Þá vil ég aftur vitna bara í fundi sem fór fram 19. ágúst. Við fórum strax eftir fundinn, þá var sendur póstur á Skipulagsstofnun. Vinnufundurinn er á miðvikudegi, það er unnið í því máli á fimmtudegi og föstudegi. Skipulagshönnuður skipulagsins er að vinna í þessu sama tíma, við erum að bíða eftir svari frá Skipulagsstofnun og auðvitað tekur þetta allt sinn tíma. Skipulagsgögnin sem voru komin inn á þeim tíma hafa ekki tekið stórkostlegum breytingum fyrir utan þessa breytingu upp í 5 sem bæjarfulltrúar hefði mátt vera ljóst með fundargerð 7. fundar Skipulagsumhverfisráðs. Þannig að ég held að við höfum verið að vinna þetta vel. Auðvitað er að þannig æskilegast auðvitað að gögnin sé alltaf komin inn fyrir. En þarna kemur upp mál, það kemur upp ábending frá fulltrúum minnihlutans breytingu sem við höfum í Skipulagsumhverfisráði höfum átt augastað á. En þessi breyting hefur í för með sér að við erum að fara inn á grænt svæði. Erum við raun og veru að gera breytingar á grænabókhaldinu. Eitthvað sem hefur fengið mjög mikla andstöðu hérna í þessu ferli öllu. Og þá töldum við betra að hrófla ekki við þessu. En sannarlega er þetta miklu betra. Það er eins og bæjarfulltrúi Rakel Loksson hefur bent á að nýta götuna báðum megin. Og við erum að nýta svæði betur og þetta verður skemmtilega svæði eftir. Það var svolítið kjánarlega opið þarna. Og þetta er mjög lítil breyting og unnin í samráði við Skógræktarfélagið sem hagaðili þarna þessu svæði. Þannig eins og ég sagði áðan, ég held við séum að leggja fram mjög góð skipulag. Gatnagerð er komin á fullt út í þeim lóðum sem búið er úthlutað. Vonandi vinnst þetta hratt hjá okkur og við getum farið í næstu úthlutun fljótlega með sama ferli að leið og gatnagerð hefur verið boðin út að þá úthlutum við lóðum. Eins og núna gerum ráð fyrir þær lóðir sem úthlutað var daginn í bæjarráði. Þær eiga að vera byggingarhæfar í enda þess árs og þetta er tími sem þeir sem er að byggja, þeir þurfa bara þennan tíma til þess að koma sér á stað og skipuleggja og fá alla að verki. Þannig að ég held að þetta sé mjög góð lausn. Mun betur en það sem áður var, það sem allt var klárt og búið var að tendra í ljósstúrunum þegar lóðin var úthlutað. Og þá tók við kaflinn það sem ekkert gerist alltaf á. Þannig að ég er full að trúa að þetta skipulag ná í gangi gegn hjá okkur. Ég held að flestir séu útilega flottir og að þetta sé alltaf, menn séu alltaf ósáttir við eitthvað. En heildina litið þá er þetta mjög gott skipulag sem ég hefði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust að nýju. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það var sem að bíða. Ég ætla bara að koma upp og lýsa ánægju með þau sem komum þetta stig. Sem bara að lýsa þetta og
koma þess áfram í ferlinu. Ég er mjög ánægður með skipulag. Ég held að blönduð byggð sé alltaf jákvætt í byggðaþróun sveitarfélaga og það er ekkert bara Akranesi sem það er gert. Það er yfirleitt þegar maður horfir á skipulag þá er stefnan að blanda byggðinni með fjölbreyttum húsakostum innan hverfa. Það er náttúrulega líka gert til þess að þær þjónustustofnanir, til dæmis eins og leikskólar í hverfum hafi straum af börnum til þess að taka við vegna þess að það eru fjölskyldur eins og sagt hefur verið sem að byrja í íbúðunum og færa sig síðan yfir í ráðhúsum eftir þessum fjárhæð aukast og eignarhlutur í þeim íbúðum eða húsnæði sem fólk á gefur kost til þess að færa sig upp í keðjunni. Það er spurt hvernig samfélag við séum að horfa á til framtíðar. Ég held að við séum bara að horfa á sama góða samfélagi og við búum í nú þegar. Við erum að byggja þarna upp samfélagi sem að tekur það sem að og hverfið sem að tekur við fólki á öllum stigum lífsins, hvort sem að hefur búskap í litlum íbúðum eða komið yfir í einbýlishúsin eða raðhúsin. Við mögum ekki gleyma því að það er talsverður fjöldi af raðhúsum og parhúsum í þessu hverfi sem eru fyrirtaks eignir að búa í sérbýli og þá garðar og grundir þess að hugsa og slá. Þannig ég er bara ánægður með að þessi niðurstöðu og ég er sérstaklega ánægður að við stækkuðum að gera mjög svo óverulega breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi eða sem liggur fyrir og bættum við þessum þremur ráðhúsaeiningum og einu einbýlishúsi. Og svo hlakkar við líka til að sjá hvernig þetta nyrsta svæði mun líta út vegna þess að þar höfum við tækifæri til að gera ansi fallega götu. En annars bara ætla ég að lýsa ánægju minni með skipulagið og þakka fyrir mig. Takk. Það er fulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og það er laust. Það er fulltrúi Einar Brandsson fyrir árið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að bregðast við hér orðum bæjarfulltrúans Ragnars B. Sæmundssonar sem er jafnframt formaður skipulags- og umhverfisráðs og þar af leiðandi er hann einn áhrifamesti einstaklingurinn í ferli skipulaga og þá kannski útkominu líka. Og það er ekkert óeðlilegt að hann sé sáttur við þá tillögu sem að hann leggur fram og í sjálfu sér hefði kannski niðurstaðan orðið svo sama þó við hefðum hafið samtalið fyrr. En ef við hefðum hafið samtalið fyrr, þá þyrftum við ekki að vera í rauninni að takast á skipulagið hér í þessu ræðustól. Og það er bara þannig að það verði ekki allir sammála, en það er betra að ræða málin í upphafi heldur en þegar það er komið
fullmótuð tillaga frá skipulags- og umhverfisráði og að sjálfsögðu það yfirleitt þannig að eftir umræðu í skipulags- og umhverfisráðinu kemur ákveðin niðurstaða og formaðurinn sagði hér áðan að þetta voru menn ekki allir sammála en þeir komu sér saman niðurstöðu sem að þau kynna. En þá eigum við höfum ekki haft neina aðkomu að málinu og þá eigum við bara að segja já. Ég bara svona málsmeðferð í svona stóru máli sem svona stór áhrif ná ekki að vera þannig að það komi bara fullmótað skipulag frá skipulags- og umhverfisráði. Auðvitað eru þau sammála þar sem þau skila frá sér. Ég skil það ósköp vel. Ég vil fá að tjá mig málið og ég vil að aðrir fái að tjá sig málið og koma að í upphafi, ekki í lokin. Og formaðurinn, Ragnar B. Sæmundsson, hann benti á það sem alveg rétt á eftir að skipuleggja eitt svæði. Ef við vissum kannski hvernig það svæði ætti að vera, þá væri kannski umræðan í dag allt önnur. Vandamálið það að svæðið í heild var ekki skipulagt, heldur í bústöðum. Formaðurinn kom hér inn á kynningafund sem var haldinn þetta skipulag. Ég forðaðist að nefna það hér í fyrri ræðu minni því að ég held að það sé ekki fundur sem er tilefni til þess að hrósa sig fyrir. Undanskildu því að skipulagsfulltrúi kom með mjög góða kynningu. En það var bara kynning af því skipulagi sem var búið að samþykkja í skipulags- og umhverfisráði. Það var ekki tækifæri til þess að koma með spurningu því að útsendingin var rofin áður en maður gat sent inn fyrirspurn. Fyrir utan það að það eðlilegra að fá að ræða augliti til auglitis við þann sem maður að rökræða skipulagsmál. Það er alltaf mín skoðun. Ég veit að við höfum haldið annan fund annað skipulag. Það heppnaðist alveg ágætlega en umræðan kemst í raun aldrei á neitt flug. Ég ætla ekki að fara að ræða þann fund sem var hér fyrr í ferlinu á þeim skipulögum sem voru dáin. Ég ætla að taka fram að erindi skipulagsfulltrúans var mjög gott af því skipulagi sem lá fyrir og ekkert við hana að sakast í því. Formannum Ragnari B. Sæmundssoni kom hér inn á samskipti og það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom hér inn á að þegar við kvöddumst á vinnufundinum þá var því lofað, kannski tek fullt mikið upp í því það var allavega sagt, að við fengjum að vita hvernig máli myndu þróast og hvað við tekið fyrir á bæjarstjórnarfundinum sem nú er. Það kemur ekkert að það sé verið að fara að breyta einu eða neinu. Við hér fulltrúar fengum dagskrána á föstudag eins og ekkert út á það að setja, nema þar voru gögn undir deiliskipulagsbreytingunum, þau sömu og lágu fyrir í rauninni vinnufundinum. Ég
skal ekki sverja fyrir það. Ég var að fletta upp í póstunum áðan en aðskipulagsbreytinguna sýndist mér að við höfum fengið póst seinnipartinn eða í gærkvöldi. Það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að við séum að fá sendingar mál sem á að taka inn með afbrigðum og auðvitað það æskilegt að það komi sem fyrst. En í sjálfu sér hef ég ekkert út á það að setja. Ég hef hins vegar út á það að setja að ég sendi ítrekaðar fyrirspurnir á tölvupósti það hvort að það kæmi meðal annars önnur gögn, hvort að það væri sem sagt gögnin sem væri undir málinu væri það sem við værum að fara að ræða hér og það kom engar vísbendingar það að það ætti að vera önnur gögn en þau sem voru undir málinu. Síðast í gærkvöldi myndi ég á þetta. Ég ætlaði mér þá að nota gærkvöldi og þá kannski eitthvað inn í nóttina að fara yfir þau gögn sem að hugsanlega þá væri á leiðinni en þau komu ekki. En þau komu í dag. Þá hefur maður engan tíma til þess að fara yfir svona viðamikil gögn. Þar af leiðandi sagði ég hér áðan að þetta væri í rauninni ekki okkur bjóða. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust að nýju. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti átti bæjarfulltrúar og sem á okkur hlýða. Ég þakka formanni þingflokks umhverfisráðs fyrir sín svör hér áðan. Við erum fróðlegt að fylgjast með framvindu þessara fundar við Vegagerðina. Óska þess að kannski fáum ég þann póst frá bæjarstjóra eða sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs þess efnis hvað kemur fram. Það væri kannski ekki. Ég ætla ekkert að ræða þetta mál eitthvað frekar en vil vísa í 9. grein í samþykktum okkar sem að stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar og sem að við höfum samþykkt hér boðun funda í bæjarstjórn. Og það talað þessa 2 sólarhringa. Og ég ætla bara að biðja meirihlutana að bara kannski taka þetta aðeins til sig og sýna fólki sem hvort sem í meiri eða minnihluta sem hefur ekki tök á að kíkja á póstinn sinn kannski einhverjum klukkutímum fyrir fund og bara að reyna að virða þessi fundarsköp að temja okkur hann aga. Ég ekkert í fyrsta skipti að koma hér upp og nefna þetta. Örugglega 20. Þannig að ég alveg að reyna þetta að telja. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðeins má hlýða. Skipulags- og umhverfisráð fundar fimmtudaginn 19. ágúst. Skipulagshönnur í það að breyta gögnunum. Föstudaginn 20. ágúst kemur tölvupóstur á alla bæjarstjórn þar sem boðað til fundar.
dagskráin kemur. Stuttu síðar kemur annar póstur þar sem er tekið fram að það sé ekki búin að berast öll gögn í skipulagðri umhverfisráði. Eða það vanti gögn, þess að segja. Laugardaginn 21. ágúst, það er öll bæjarstjórn, póst klukkan 12:35. Það sem kemur fram að allar fundargerðir séu komnar. Og þar með fundargerð 207. fundar, sem er síðasti fundur skipulags- og umhverfisráðs og fundur sem haldið daginn eftir vinnufund bæjarstjórnar, þar sem ákveðið er að fara í þessar breytingar. Þau gögn sem voru þá til hliðsjónar og voru inni eru þau gögn sem við fjöllum í dag af frátöldum þeim breytingum sem búið er að gera. Skipulagshönnuður þarf að sjálfsögðu og smá tíma til þess að vinna í þeim gögnum. Það tekur tíma að breyta skipulagi og vinna í greinargerðinni og annað. Ég er alveg sammála því að við þurfum að hafa góðan tíma til þess að kynna á gögnin, en eins og ég segi, það fór tölvupóstur laugardaginn 21. ágúst klukkan 12:35, þar sem allir bæjarstjórnar tilkynnt að það væri allar fundargerðir komnar inn. Gögnin eru svo búin að vera tínast inn og síðustu gögn í dag, en það eru bara gögn út á þeim breytingum sem voru gerðar eftir umræðu á vinnufundi. Það var mjög góð vinnufundi, en það var niðurstaða samt þess fundar að gera einungis þessar breytingar upp í 5, en ekki frekari breytingar eins og líka rættum á vinnufundinum. Það komið fram hugmyndir þar. Já, ekki meira þetta að segja. En ég tek bara að við erum að leggja fram gott skipulag. Það er ekki mikið sátt í skipulags- og umhverfisráði og ég vona að svo sé líka hér þegar þetta er staðið. Bæjarfulltrúi Ragnar P. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson er orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bara þetta og aðeins sem okkur bíða, en ég ætlum að taka undir orð félagarnir meðlöndunum, Ragnar P. Sæmundssonar og Kristinn Hafstein til mjög gott skipulag og blöndu byggð. Ég kann að segja ekkert af því. Þetta bara, ég styð þetta bara heilsulega og greiði ákveðið með þessu. Þeirra var það ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir fyrir orðið. Forseti, það getur bæjarfulltrúar sem ákveð mér. Ég kann ekki bara áreita það því að það hefur verið komið allavega til þess upp og tala það að blöndu byggð sé máli. Ég hef ekki heyrt að við fulltrúar minnihlutans hér hafa verið á móti blandaðri byggð í okkar orðræðu hér. Þannig að ég vil bara ítreka það að við erum ekki á móti blandaðri byggð, en við viljum samt kannski sjá blöndunina með öðrum hætti en hún kemur fram í þessum tillögum. Það er annars. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið hér í þriðja sinn, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég óskaði eftir því að taka til máls hér í þriðja sinn og ég skal þá nánast lofa því að ég mun ekki taka til máls undir liðnum sem kemur á eftir þessu. En ég ætla að benda formanni skipulags- og umhverfisráðs á að ég var búinn að sjá fundargerð skipulags- og umhverfisráðs áður en að hún var, sem sagt ég fór bara og leitaði að henni þegar ég fann út að það hefði verið haldinn fundur og í þessari fundargerð er aðeins talað og fært til bókar að gera í breytingu á aðalskipulagi. Það er ekki eitt einasta orð deiliskipulagsbreytingar og ég kallaði eftir því og í gær og ég skal ekki segja hvort að ég var byrjaður á sunnudaginn en
það kom ekkert svar það að fyrirhugað væri að inn kæmu nýja gögn undir dagskrárliðunum þeim deiliskipulagsbreytingarnar. Þrátt fyrir að ég hafi ítrekað beiðni svar, það bara kom ekki neitt. Þannig að það er ekki góð vinnubrögð. Pluss að á vinnufundinum fyrir viku, tæpri, þá var talað það að við yrðum upplýst það hvað ætti að ræða í skipulagsmálum á þessum fundi. Og ég ætla ekki að hafa vonandi fleiri orðu þetta. Ég er búinn að mér hafa komið mín á framfæri og ég ætla bara að enda á þessu með blandaða byggð. Mér finnst það rosalega sérkennilegt orð. Akranes með blandaða byggð. Við höfum á kostnað einbýlishúsalóða skekkt það hlutfall sem hefur þó verið í bænum. Ég hef ekki séð að það séu kröfur frá meirihlutanum að við setjum einbýlishús á Dalbrautarreitinn til þess að geta kalla reitinn blandaðan. Það eru bara fjölbýlishús og það ekkert að því að skipuleggja svæði þannig að það sé töluvert af einbýlishúsalóðum. Ég ætla að benda á að mínu áliti eitt best heppnaðasta hverfi hér á Akranesi Grundarhverfið og þar eingöngu einbýlishúsalóðir. Mjög vel heppnað hverfi, en eftir sem áður Akranes með blandaða byggð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust að nýju ef einhver vill taka til máls og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi það smá að flýta. Ég vil líka bara bæta við sem ég sagði áðan með upplýsingagjöfina og tölvupósta. Það barst tölvupóstur til bæjarfulltrúa Einar Brandssonar í gær og fleiri bæjarfulltrúa rúmlega 7. Það sem var áréttað meðferð eða afgreiðsla skipulags- og umhverfisráðs á 2017 fundi og eins að gögnin myndu berast inn í gærkvöldi eða fyrramáli og yrðu til umræðu á þessum fundi. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Takk forseti, hleypur upp í þriðja sinn. Þá bara get ég ekki litið svo öðruvísi á en að samtal meiri og minnihluta sé í raun í gegnum embættismenn. Þannig að svona mín túlkun á þessu. En vonandi þetta bara eitthvað sem við getum bætt okkur í. Af því að eins og ég sagði áðan, þá kallaði ég eftir því að formaður skipulags- og umhverfisráðs myndi vera í sambandi við okkur. Og ég segi eins og Einar, ég er kannski ekki nógu vel gefin eða eitthvað slíkt að geta átta mig á því að fá póstum það að fundargerðirnar séu komnar inn og ég er bara að lesa mig til það. En það sem við vorum að kalla eftir ákveðnum svörum og ákveðnum spurningum, hvort að það geti greina þessar vangaveltur sem við höfðum á þessum samráðsfundi. En það ekki svo í því. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu.
Ég ætla að fá að tala aðeins úr sæti forseta og mig grunar að tölvupósturinn sem bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson vitnar í hafi verið tölvupóstur frá forseta. Þar sem að ég var að bregðast við fyrirspurnum bæjarfulltrúa dagskrá bæjarstjórnarfundar og reyndi að gera það eftir bestu getu. Hefði kannski getað orðað hlutina skýrar en pósturinn sem sagt fór bara, þetta var svona reply all póstur, með að hann fór bara á sömu aðila og höfðu fengið fyrirspurnina, þannig að hann fór ekki á alla bæjarfulltrúa. En sem sagt, í pósturinn frá forseta kom fram að því að mér skildist væru ný gögn með þessum breytingum, sem að þeim breytingum að bæta við 2 lóðum og minnka skógræktarsvæði, að gögn með þeim breytingum væri væntanlega undir málið í kvöld eða fyrramálið. Og ég hefði kannski átt að segja að það er málið Skógarhverfi 5. En það var mín. Hann allavega reyndi forseti að svara þeim spurningum sem þetta er hans svari. En orðið er laust að nýju ef einhver vill bæta við. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, Ari Már Hlíðar. Það var bara þess að ávarpa Blöndu í byggðina. Ég er ánægður með að heyra að við erum öll sammála að það sé gott. Við erum kannski bara ekki alveg sammála hversu Blöndu eða hlutfall húsagerða í hverfum á að vera. Þannig að það er ágætt ef að bæjarfulltrúasamband Suðurlandsdóttir var að vísa í Mínó, þá var ég ekki gefið skýna að minnihlutinn væri á móti blandaðri byggð, en hins vegar er ágreiningurinn hversu blöndubyggðin á að vera. Ég held ég að taka við núna. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem vilja taka til máls í þessu fundarleik. Svo er ekki og þá förum við í atkvæðagreiðslu undir 3. fundarlið og hér liggur fyrir tillaga að deiliskipulagi Skógarhverfi áfanga 5 verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Ég samþykkja þetta, gjörðu svo vel að gefa merki. Það eru 6 hendur á lofti, ykkur eru á móti og það eru 2 hendur á lofti. Samþykkt með 6 atkvæðum gegn 2 og 1 bæjarfulltrúi situr hjá. Við förum í 4. fundarlið, hann hefur málsnúmer 2104-261, deiliskipulag Skógarhverfi áfangi 3C. Lögður fram fullbúin skipulagsgögn yfir Skógarhverfi áfanga 3C. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagi Skógarhverfi áfanga 3C verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Við höfum nú tekið umræðina þessa 2 fundarliði, 3 og 4, undir 3. fundarlið, en hvað síður þá hef ég orðið laust ef einhver vill ræða þetta mál sérstaklega. Það er enginn, það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er fulltrúi skipulags- og umhverfisráði og er fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Mig langar til að vekja athygli á einum atriðum. Mér finnst kannski að við höfum ekki áætlað það nægilega í umræðu. Það er þetta þannig að skipulagsmál er ekkert endilega flokkspólitískt.
þau eru, þú veist kannski meira álit hvers og eins, fara kannski ekki sérstaklega eftir flokkslið. Nú, við í skipunar- og umhverfisráðuneytinu, við stöndum á bak við þessa tillögu eins og hún liggur hér og hún einróma í ráðinu. Hún einróma í ráðinu af því við erum búin að tala okkur niður á niður. Og ég vil að það komi fram hér, en ég hefði kosið að við hefðum gert átt betri samskipti þetta skipulag, því að það heyrist greinilega hér á samskiptum bæjarfulltrúa að það hefur orðið skortur á upplýsingum frá skipulags- og umhverfisráði til annarra bæjarfulltrúa. Það er með þess að upplifun hluta bæjarfulltrúa hér. Og skipulags- og umhverfisráði mun bara taka það til sem þeim hægt. Við reynum að bæta okkur í þeim að það þýðir þá væntanlega að við munum hver fyrir sig fara inn í okkar bakland til þess að bera fram þær upplýsingar sem að uppi er á hverjum tíma og óhætt er að ræða. Þannig að við séum alltaf ekki gefa neitt upp sem að umdeilt er eða getur tekið stórvægilegum breytingum í ráðum. Þetta skipulag sem nú liggur fyrir er búið að taka langan tíma. Það er búið að taka meira sér mjög langan tíma. Og ég er nú venjulega frekar þolinmóður maður, en ég er svona eiginlega komin að þeim mörkum að mér finnst við vera búin að verja of löngum tíma. Sérstaklega því að við skoðum gögnin til það sem eru undir málið, þá sjáum við að deiliskipulagsrammi, grunnurinn að þessu skipulag, hann er löngu fram kominn. Hann kom fram árið 2020, snemma árs 2020 og greinargerð sem liggur fyrir er síðan í júlí 2020. Þar koma fram öll meginatriði skipulagsins sem við erum að fjalla hér. Þannig að í mínum huga er allavega þannig, það er hægt að lesa út alla megindrætti skipulagsins í gegnum deiliskipulagsramma. Þar kemur til dæmis fram, að við erum að ræða hér blandaða byggð, að þar eru áætlanir íbúafjölda og þéttlíka byggð. Þar kemur fram að við gerum ráð fyrir því að vera með um það fyrir 20 íbúðir á hektar. Og til þess að ná þeim þéttlíka, þá þurfum við að taka ákvörðun það hvernig við ætlum að raða annars vegar fjölbýli og hins vegar þá einbýlis og lóð. Því við náum ekki þessu marki nema að raða því þá niður með skynsamlega. Þetta tekur ákvörðunum á grundvelli þess að við ætlum að hafa þéttari byggð heldur en fyrir í bænum. Og það er vegna þess að við erum landlítið sveitarfélag. Og þess vegna var þessi leið valin. Nú í rammanum er einnig yfirlit yfir allar helstu forsendur skipulagsins. Og þar er líka nýmæli, eins og blákarðan ofastuð sem við erum að reyna hér í fyrsta sinni. Og hefði þetta verið gaman að taka umræðum hvernig við gætum jafnvel innleitt í eldri hverfi hér. Ég held að við ættum að styðja þetta fyrirkomulag sem við höfum haft hér, að leggja fram ramma þar sem að grunnáætlanir liggja fyrir og síðan getum við þá tekist aðeins á útfærslu þess ramma. Og ef við viljum breyta rammanum, þá er gott að gera það virkilega. Því til er ég algjörlega sammála fulltrúum Sjálfstæðisflokks. Það hefur verið gott að taka þá umræðu ef við vorum svona óvana með ramman í raun. En það hefur allavega ekki verið skilningur okkar sem við sitjum í skipulags- og umhverfisráði. Það hafi verið óvana með ramman. En það kann að vera misskilningur. Og ef við hefur ráðsmenn átt að ráða þessi betur við þá sitt bakgrunn eða sína aðra fulltrúa í klæðislu. Ég vil þá að segja það fyrir mitt leyti. Ég er ánægður með þetta skipulag. Ég hefði kosið að við hefðum skipulagt þetta í einum áfanga. Við höfðum tækifæri til þess, en
það var ákveðið að hafa það með öðrum hætti. Þá hefði þetta tekið styttri tíma. Eins og ég segi, ég ánægður með skipulag, ég ætla að styðja þetta skipulag og ég tel að við höfum vanda á okkur. Og ég sé ekkert eins og staðan núna í þeim tillögum sem hafa komið fram að það sé ástæða til að breyta skipulag. Og þess vegna greiði ég atkvæði með því. Fulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust til 4. fundalið. Það er enginn sem óskar að taka til máls. Þá förum við í atkvæðagreiðslu og lögðum fram tillaga frá skipulags- og umhverfisráði að deiliskipulag í Skógarhverfi áfanga 3C verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörðu svo ekki á merki. Það eru 6 hendur á lofti, er einhver á móti, það eru 2 hendur þar á lofti. Tillagan er samþykkt með 6 atkvæðum gegn 2 og eitthvað fulltrúi situr hjá. Við förum í 5. fundalið. Hann hefur málsnúmer 2108-009 er raða breytingar og ýmsum lögum í 2021 vegna áhrifa COVID-19 á sveitarfélög. Er raða auglýsingu ákvörðun ráðherra til að tryggja starfhæfi og nýtt heimildarákvæði sveitarstjórnarlaga. Heimildin gildir vegna tímabilsins 1. ágúst 2021 til 1. október 2021. Og lagt er til að bæjarstjórn samþykki á grundvelli auglýsingarinnar að heimilt sé að nota fjarfundabúnað á fundi sveitarstjórnar, að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum sveitarstjórnar fara og nefnda með fjarfundabúnaði og að heimilt sé að staðfesta fundargerð með samþykki tölvupósti eða með öðrum rafrænum hætti. Og málið er opið til umræðu. Það er fulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn, ég held að ég hafi komið hérna upp þegar þetta mál kom hér inn fyrir ekki einhverjum nokkrum mánuðum síðan að undir gögnunum er einungis reglugerð sem að ráðherra gefur út en ekki í rauninni sú tillaga sem að forseti las hér upp áðan. Ég held ég að geta athugasemd við þetta áður að það sé ekki stórmál að þá hefði verið æskilegra að við hefðum séð á tillögu sem ætti að samþykkja hér í fundargáttinu. Smávægileg ábending aftur. Takk. Forseti þakkar bæjarfulltrúanum Einar Brandsyni fyrir ábendinguna og við nótum þetta miður og lögum þetta í október. En við munum halda áfram með afgreiðslu málsins eins og forseti lagði það upp hér í upphafi að ræða þessar 3 ráðstafanir út frá þessari auglýsingu ákvörðun ráðherra sem er í fundargögnum. Orðið er laust aftur þennan fundalið. Það er enginn sem biður orðið og þá göngum við til atkvæðagreiðslu og við greiðum atkvæði þá í þrennu lagi. Í fyrsta lagi þá ákvörðun að sveitarstjórn sé heimilt að nota fjarfundabúnað á fundi sveitarstjórnar, fagráða og nefnda sveitarfélagsins samanber 1. tölulið 2. málsgreinar auglýsingarinnar. Þeir sem að samþykkja þetta gjörðu svo ekki á merki.
Samþykkt með 9 atkvæðum. Í öðru lagi að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum sveitarstjórnar, fagráða og nefnda með fjarfundarbúnaði, samanber 2. tölulið sömu málsgreinar. Samþykkja þetta gjör svo gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Og í þriðja lagi að heimilt sé að staðfesta fundargerðir með samþykki í tölvupósti eða með öðrum rafrænum hætti, samanber 5. tölulið sömu málsgreinar. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Takk fyrir það og við förum í 7. fundarlið, þannig málsnúmer 21.05.210, reglur akranskostnaðar styrki til náms og verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks. Þannig 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs sem haldinn var 23. júní síðastliðinn og tekið fyrir mál reglur akranskostnaðar styrki til náms og verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks. Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum akranskostnaðar styrkina til umsagnar hjá notendaráði og liggur umsögn ráðsins fyrir og án athugasemda. Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum og vísa þeim nú til afgreiðslu hjá bæjarstjórn Akraness. Velferðar- og mannréttindaráð leggur til að reglurnar taki gildi á árinu 2021. Og orðið er laust þennan fundarlið og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson var orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er smá hlýðar. Ég tók ekki þátt í afgreiðslu á þessum reglum á sínum tíma í velferðar- og mannréttindaráði vegna vanhæfis. Ég myndi ekki taka þátt hér í atkvæðagreiðslu og tala þá einnig við liði 6 7-8, já, þegar það voru þegar breytingar. Takk fyrir. Forseti óskar þá eftir því að það sé fært til bókar að bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson víkur af fundi og tekur ekki þátt í umræðunni að atkvæðagreiðslu þetta mál. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, eftir bæjarfulltrúar, nokkur aðeins að forvittnast bara svona ákveðið þessu reglur eru byggðar. Ég svo sem þekkir ekki kannski þennan málaflokk inn í önnur sveitarfélög, er einhverju svona fordæmi fyrir þessu og hvað er þá verið áætlað í kostnað við fjársáætlanagerð undir þessu liða næsta ári? Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Það víkja. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að fá að vera undan en bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir er svo snögg að hún náði orðinu. Það hefði kannski stýrt eitthvað af þessu hjá henni. En hvað var það kannski spurningunni upphæðir, sem það bein spurningum þennan lið, að það í rauninni ákvörðun við fjárhagsáætlanagerð, hversu mikla eða hversu háa upphæð við ákveðum að leggja fyrir í þessa styrki og í rauninni getum við þess vegna ákveðið að verði engin styrkur þetta árið og hvort það verður þá 1 eða 2 milljónir eitthvað annað ár. Þetta voru engar svakalega upphæðir sem voru í umræðunni þetta. En svona almennt þessa liði sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs mun ekki taka þátt í umræðu hér að þá langaði mig sem að greip þá inn í sem varaformaður að þá féll það í minn hlut að stýra
umræðinu þessa liði en almennt séð að það var fenginn aðili til þess að hún heitir María Rúnarsdóttir og félagsráðgjafi. Hún var fenginn til þess að yfirfara þær reglur sem við erum með og samkvæmt lögum og öðrum reglugerðum þurfum í rauninni að hafa og einnig var horft til þess hvernig staðan í öðrum sveitarfélögum þannig að það alveg fordæmi fyrir þessum reglum í öðrum sveitarfélögum. Ég get ekki sagt hvort það í öllum en það að minnsta kosti í þó nokkrum. Að öðru leyti ætla ég ekki að tjá mig mikið þetta. Þetta var rætt, mér minnir rétt allavega á 2 fundum. Ég óskaði eftir því að þessar reglur yrðu ekki sendar inn í bæjarráð sem afgreiðsluaðila bæjarstjórnar í sumarfríi bæjarstjórnar. Heldur fór ég fram á það að við fengjum tækifæri hér við þetta borð ef einhver vill tjá sig þetta. Ég get reynt að svara einhverju ef þannig liggur en mun að öðru leyti þá vísa á sviðsstjóra velferðar- og mannréttindasviðs ef það óflóknar spurningar fyrir mig. En þetta einhverju leyti líka endurskoðun á reglum sem við höfðum. Eitthvað eins og með verkfæra og tækifæri hefur ekki verið. En eins og ég segi, þetta samhæft við lög og reglugerðir og það sem önnur bæjarfélög að gera og voru í sjálfsögðu ekki gerðar miklar breytingar, aðeins orðalag og annað í ráðinu. Við gerum ekki neina stórar breytingar miðað við það sem drögin sem við fengum sögð til Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið þá laust að nýju undir 7. fundalið. Það enginn sem óskar eftir að fá að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi reglur Akraneskautsstaðar styrki til náms og verkfæra og tækifæra fatlaðs fólks og tillagan þá sú að þær muni taka gildi 1. september 2021. Það misskilningur hjá forseta? Nei, segir bæjarritari. Það getur gildi en það ekki hægt að fara eftir eftir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þannig að faktískt ekki hægt að útdeila styrk fyrir á næsta ár. Já. Myntaðarstæði hérna í. Já, það augljóslega rétt ábending hjá varaformanni velferðar- og mannréttindaráðs að reglurnar geta tekið gildi 1. september en það augljóslega ekki hægt að útdeila samkvæmt þeim fyrr en fjárheimildir hafa verið lagðar fram til þess í fjárhagsár. Hér ekki verið að tala neina fjárhagslega skuldbindingu en það býður fjárhagsáætlunargerðar heldur eingöngu að gildistími reglnanna hefjist 1. september 2021. Þannig að með þetta í huga þá bið ég þá sem að samþykkja þessar reglur styrki til náms og verkfæra og tækifæra fatlaðs fólks að gera svo að gefa merki. Það samþykkt með 8 atkvæðum. Við förum í 7. fundalið og það tókast áfram að bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson enn fjarverandi að fundi einnig undir þessum fundalið.
7. fundarliður hefur málsnúmer 21.05.094. Þetta eru reglur Akraneskaupstaðar stuðningsfjölskyldur. Á 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs sem haldinn var 23. júní 2021 og var tekið fyrir mál reglur Akraneskaupstaðar stuðningsfjölskyldur. Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum stuðningsfjölskyldur til umsagnar hjá notendaráði og liggur umsögn ráðsins fyrir og án athugasemda. Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar stuðningsfjölskyldur og vísa þeim til afgreiðslu hjá bæjarstjórn Akraness. Og þetta mál er opið til umræðu og fyrstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti sagði fulltrúar aðeins á líða. Ég ætla að víkja til þessu líða og ekki ekki þátt í umræðunni. Bæjarfulltrúi tínast hér út. Það var meira. Það var meirihlutaskipti. Þú getur allt gerst. Það var skast á fært í bókar og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur vikið að fundi. En orðið er laust 7. fundalið reglur stuðningsfjölskyldur. Einhver vil ræða þær. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og samkvæmt upplýsingum forseta þá gildir það sama þessar reglur eins og þær sem við samþykktum áðan nám og tækjakaup að þær taka þá gildi 1. september en auðvitað ekki fjármagnaðar fyrir en eftir. Nei, varaformaður velferðar er í gangi í dag. Þetta er í gangi í dag, sko. Já. Þannig að það kerfi er í sjálfu sér, þetta kerfi er fjármagnað. Já, við höfum ekki vans þar. Einmitt, sjálfsögðu. Þannig að tillagan er þá einfaldlega svo að þær taki gildi frá og með 1. september. Er það ekki rétt skilið á forseta? Já. Bæjarstjórn Akraness samþykkir reglur Akraneskaupstaðar stuðningsfjölskyldur sem taka muni gildi 1. september 2021 í ritarbókum fundarins. Þessi samþykkja þetta gjör svo ekki að merkja. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Öllum atkvæðum sem enn sitja við borðið. Og við förum í 8. fundarlið og þá held ég að okkur sé óhætt að kalla einn bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsson. Þú setur ekki líka gildi í dag. Ekki líka gildi í dag. Nei, stuðningur og stuðustofn. Ég fattaði úr leið og benti mér það. Og fór að láta. Finnur það ekki? Númer 1. Ég híkur aðeins eftir bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundssoni. Og Ragnar er mættur, þannig að þá skast á fært í bókar að hann tekur sæti á fundinum á 9. Við ræðum 7. fundalið, nei, við ræðum 8. fundalið. Málsnúmer 21.05.093, reglur Akraneskaupstaðar stuðnings- og stofnþjónustu, en á 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs þann 23. júní síðastliðinn var tekið fyrir mál reglur Akraneskaupstaðar stuðnings- og stofnþjónustu. Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum Akraneskaupstaðar stuðnings- og stofnþjónustu til umsagnar hjá notendaráði og öldungaráði sem tóku reglurnar fyrir á sameiginlegum fundi ráðanna. Ráðin lögðu til smávægilegar orðalagsbreytingar og ráðin lýsa ánægju sinni með fyrirliggjandi drög og þá vinnu sem liggur í að samþætta eldri reglur.
Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum, stuðnings- og stoðþjónustu og vísar þeim til afgreiðslu hjá bæjarstjórn Akraness. Orðið er laust. Ef einhver vill ræða þessa tillögu. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir fyrir orðið. Forseti heldur bæjarfulltrúar og þessum ákveð fyrir þetta kannski á ekki hvað beint við í rauninni efni þessa máls sem ræðir gögnin sem í gáttinni. Það eru engin sem við erum að ræða með núna með þessar reglur með þessum track changes, þannig að þessu auðvitað kannski að átta sig á þeirra hverjar þessar smávægilegu breytingar eru og það fylgir ekki í rauninni þannig greinargerð með því að þeir sem að lesa sér til gagns átti sig á því hvað ræðir. Þannig að við þurfum að taka upp tólið og hringja okkar menn í sínum ráðum. Það er bara að brýna okkur til þetta og þetta á líka við næsta leið. Þannig að en það má þá láta mig veita ef gögnin eru líka einhvers staðar annars staðar í gáttinni eða þannig að maður getur svona hringt gögnin aðeins betur. Þetta er bara ábyrging þessar liðir sem eru. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og forseti vill nú benda á að þessi gögn fengu bæjarfulltrúar með góðum fyrirvara og gátu bent á þetta í aðdraganda fundarins líka ef að ábendingin er réttmæt. En hún hefði getað líka komið fram til. En orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá legg ég fram til atkvæðagreiðslu fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar stuðnings- og stoðþjónustu sem samþykkja þær eru vinsamlega steinir að gefa merki. Það eru allar hendur á lofti, sýnist mér, þannig að hún reglulega samþykktar með 8-0. Og þá fáum við bæjarfulltrúa Kristinn H. Sveinsson á fundinn. Og við förum í 9. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2104-259. Reglur Akraneskaupstaðar notendastýrða persónulega aðstoð NPA fyrir fatlað fólk. Og meðan í mann óskast bókað að Kristinn H. Sveinsson tekur sæti á fundinum á 9. Á 157. fundi velferðar- og mannréttindaráðs sem haldið var 23. júní síðastliðinn var tekið fyrir mál reglur Akraneskaupstaðar notendastýrða persónulega aðstoð NPA. Velferðar- og mannréttindaráð hafði vísað drögum að reglum Akraneskaupstaðar NPA til umsagnar hjá notendaráði og liggur umsögn þeirra fyrir og án athugasemda. Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar NPA fyrir fatlað fólk og vísa þeim til afgreiðslu hjá bæjarstjórn Akraness. Og orðið er laust þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Ég hef mikið samkvæmt reglur Akraneskaupstaðar NPA samninga. Þetta reglunar eru uppfærðar miðað við þær leiðbeiningar sem liggja fyrir frá ráðuneytinu varðandi NPA samninga. Þetta eru reglur sem voru rýndar af ráðgjafa Maríu Guðmundsdóttur og eru í raun og veru voru notaðar samræmdar miðað við þjónusturáðið á Vesturlandi, þannig að
eru sambærilega reglur sem væntanlega hafa verið settar eða verða settar í öðrum sveitarfélögum sem tóku það. Það er ein breyting á sem að ég legg til að verði gerð á þessum reglum. Það er í 14. grein varðandi fjárhæðir. Ég legg til að textin taki eftirfarandi breytingum. Textin fjárhæðir fyrir hverja vinnustund verði alltaf fættur út og nýr texti settur inn. Þessi texti er í gögnum og ég held að þessi óþarf að lesa, en það snýr að því að í reglunum eru teknar fram fjárhæðir fyrir vinnustundir og það er kannski skynsamlegra, eða sem okkur finnst skynsamlegra að þetta sé bara tekið fram eins og hvernig hlutföll af hverju vinnustund séu greidd í laun og gjöld og aðstæður og fólk og hvað fær í laun, hvað fær í laun og gjöld og síðan hvað fær í renni í til verkstjórnar og umsýslukostnað með samningi í stað þess að vera að taka fram krónutölur í samningum sem að gera úreldan eftir næstu kjarasamninga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og það er laust. Fleiri bæjarfulltrúar að ræða málið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá tökum við til afgreiðslu, fyrst til afgreiðslu þá breytingatillögu sem að bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson var upp hér í ræðustóli sem að er orðalagsbreyting á 14. grein reglnanna sem að hér liggja fyrir og snúast það að í stað þess að tilgreina upphæðir varðandi launagreiðslur að þá er orðalag greinarinnar þannig að það er tiltekið sem sagt að fjárhæðir skiptist í laun og launatengd gjöld, kostnað vegna aðstofafólks og umsýslukostnað, 85% í það fyrstnefnda, 5% kostnað vegna aðstofafólks og 10% af hverju vinnustund renni í verkstjórnar og umsýslukostnað og að framlagið taki mið af kjörum samkvæmt gildandi kjarasamningum hverju sinni. Eins og bæjarfulltrúinn tók fram, þá eru þessi gögn þessi breytingartillaga í gögnum fundarmanna. Þannig að þeir sem að samþykkja þessa breytingartillögu eru þá beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og þeir sem að samþykkja þá reglur Akraneskaupstaðar NPA, notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk með þessum fyrirgreindum breytingum eru þá beðnir að gefa merki. Það er samþykkt einnig með 9 atkvæðum. Þá fyrir við í 10. fundarlið, þannig við málum við 21.002 eftir fundargerð bæjarráðs árið 2021 og hér eru lagðar fram 6 fundargerðir bæjarráðs eftir sumarleyfi bæjarstjórnar. Það eru fundargerðir frá með 3461 til og með 3466 og fundum sem framfóru á tímabilinu 10. júní til 12. ágúst 2021. Fundargerðirnar eru hér lagðar fram og orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem að kveður sig hljóðs fundargerðir bæjarráðs og teljast þá þessar 6 fundargerðir bæjarráðs hér með framlagðar. 11. fundarliður hefur málsnúmer 21.004 fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2021. Það eru fram 3 fundargerðir, númer 164 frá 15. júní síðastliðnum, 165 frá 29. júní
númer 166 frá 10. ágúst. Orðið er laust fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og teljast þessar 3 fundargerðir þá framlagðar. 12. fundarliður, málsnúmer 21.01.003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021. Lagðar eru fram 2 fundargerðir, númer 157 frá 23. júní síðastliðnum og númer 158 frá 9. ágúst síðastliðnum. Orðið er laust þessar fundargerðir. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Teljast þær þá framlagðar. 13. fundarliður, málsnúmer 21.01.005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021. Og hér eru lagðar fram 6 fundargerðir, númer 201 til 206, frá fundum sem framfóru á tímabilinu 14. júní til 19. ágúst 2021. Orðið er laust fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson, fara að gera svo vel. Forseti, það er fulltrúi aðeins sem ákveð því það. Mér langar að tala fundargerðir 202 og 204, lið 8. Loksins þegar maður fær tækifæri á að sjá sig þetta mál. Það er hótel við Garðaveg. Og ég langar svona að ræða það hvað mér finnst þetta og svo sem ekkert, ég er svo sem ekki sáttur við þetta og þetta svona útskýrir hvað mér finnst þessar byggingar, þessar byggingar. Þetta er náttúrulega bara hugmynd að það og það er ekki bara að gera neitt, en það er komið bara byggingar og það er svo sem ekki verið haft samráð við félagsmenn þessa framkvæmd og væntanlega eru það félagsmenn sem að hafa síðasta orðið þetta og staðsetningin á þessu hóteli kemur ákvörðuð á æfingasvæði sem er mikið notað og þar kemur þá annað svæði sem að fer undir þetta hóteli. Ég get ekki séð það sem litt pláss við það. Það er ekki nálægt skólaskólanum. Og svo fer undir þetta gróður sem að undir þetta hefur meira annars tekið þátt í að koma niður. Og svo líka er staðsetningin á þessu hóteli með þá það sem eiga til að slá gólfið til vinstri eða sem sagt húkana, þannig að hótelið er bara í hættu sko. Og þetta er náttúrulega, þessi hugmynd er náttúrulega byggjast á því hvernig þetta er í Borgarnesi. Það er hótelina með gólfið og ég sá nú vídeó daginn sem að einn skagamaður birti þar sem að kúlan hjá honum lenti ofan á hótelinu í Borgarnesi, þannig að gestir eru það bara í hættu. Og svo líka væntanlega mun umferðin Ketilsflöt aukast. Einhvern tíma var það ekkert voru að vinsast að auka umferðin Ketilsflöt. Mættum ekki til því meira. Og mér finnst þetta ekki smekklegt hús. Svona miðað við æfingaskýli, það var þetta svona næst í stíl við æfingaskýli. Svo rann að ef maður verið gestur hérna, þá var ekkert gaman að því þegar maður byrjaði að slá grasið í morgnana, trufla svefn. Og ég held að þurfa ekkert að auka umferðin gólfið. Nei, alveg nóg. Og ég veit að það þarf að selja vellina, það þarf að selja nú. Og það var bara þannig í fyrra sem að þessi ákvörðun var svo sem var til að síðasta sumar komst ekki í gólf erlendis. Þannig að það voru allir að spila gólf á Íslandi og þá var náttúrulega mikið þörf á svona, eða kannski var meiri þörf á
að hafa meira framboð á golfríkjum. Og svo hefur þetta áhyggjur því ef þetta verður ekki veruleika, þá var þetta bara sagt það að félagsgjöldin muni að hækka á móti, en það verður bara komið ljós. Og líka náttúrulega ef að eykst umferðin í golfinu, þá er þetta að kalla þá á meiri umferði og meiri mannskap við umferði, það segir sér sjálf. Og ef þetta er að veruleika, er þetta ekki þá bara fordæmis gefandi ef það er farið að setja inn hótel á íþróttasvæði og maður har bara ekki hestamenn, þegar þeir þá ekki setja hótel inn á Æðarvöllum. Knattspyrnufélagið vill það þá ekki setja hótel niður á Jaðarspeknum. Og svo náttúrulega bara ekki verið að setja áætlað hótel á Langaselsvegi. Þörfin er svona mikil að ef það kemur líka, ég get ekki séð það, við erum bara í nálægð við Reykjavík. Það er svolítið meiri þrótti upp í borgarins heldur en frá Reykjavík, heldur en hingað frá Skagafirði. Það er svolítið annað í gangi. Þetta er svona, ég ætla bara að nota þetta tækifæri til þess að við erum mín að skoða á þessu, við erum undir þessi lið og bara kemur bara í ljós. Ég er félagsmaður í golfklúbbnum og mér finnst að golfklúbbinn sé náttúrulega fyrst og fremst fyrir Skagafirði. Þetta er íþróttasvæði. Takk fyrir sig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú ekki að fara að ræða hótel við golfvöllinn, en fyrst að það barst til tals á bæjarfulltrúnum Guðjóni Viðari Guðjónssoni, þá langar mig að benda honum á það að meirihlutinn sem hann situr í, að hann fjarlægði Hótel Reyk af svæðinu, ekki svo margt lengur, og skipulagði á móti því að koma þeim reyt undir svokallað grænt svæði, þá tók hann annað svæði undir íbúðarbyggð og þess vegna erum við kannski í þeirri stöðu sem við erum í dag að nú er eftirspurn eftir því að fá að byggja hótel í nálægð við golfvöllinn og þá er það kannski okkar hlutverk að ef við höfum yfir höfuð áhuga á því að fá þannig lagað hótel inn á okkar svæði sem er það nálægt golfvellinum, að finna lóð og það hefði verið farsælla hefði ég talið að sá aðili sem óskar eftir að byggja hótel núna, að hann hefði byggt hótel á þeim reit sem var inn á skipulagi og var svo tekinn út. En það er orðinn hlutur og mér skilst það sé ekki áhugi, allavega er það ekki komið til tals að opna á það að þar verði aftur reist hótel, heldur hafa menn komið sér saman það reit sem að nú ræðir. Mínu áliti er eitt af því sem að styrkir golfvelli, hvað sem þeir eru í rauninni, er það að það sé hótel
byggð við golfvöllinn, þannig að þeir einstaklingar sem hafa áhuga að spila golf, þeir geti komið og gist og spila golf í 2-3 daga jafnvel. Sá sem hér stendur, hann hefur farið þannig ferðir og haft gaman að því og þetta er mjög skemmtileg upplifun fyrir þá náttúrulega sem að hafa gaman af þessum ferðamáta og þessari iðkun íþróttar. Þannig að ég held að það sé bara til bóta fyrir okkur að það sé eftirspurn eftir því að byggja hótel við golfvöllinn. Ég held að það muni styrkja reksturinn til framtíðar hjá okkur. Ég er líka meðlimur í golfklúbbnum og tel í rauninni þetta er besta mál því eins og bæjarfulltrúinn Guðjón Viðar Guðjónsson kom mér á orði að þá ríkir einstakt ástand hjá okkur síðasta sumar og í sumar þó að sumir hafi farið í ár út til að spila golf þá er það ekki nándar nærri því magni sem var fyrir þetta blessaða COVID. Þannig að þetta leysist að við getum farið út allan heim og þeir sem hafa áhuga að fara út allan heim og spila golf, fara þangað, þá náttúrulega koma þeir ekki hingað en hugsanlega fáum við þá aðra einstaklinga sem ekki vilja fara út eða jafnvel vilja koma hingað erlendis frá og spila, þá munu þeir koma og spila golf hjá okkur. Ég held að við erum að taka vel á móti þessu, vera opin fyrir þessu og leggja okkur aðeins fram við að þetta verði að veruleika. En ég hafi nú ekki úta neitt þetta hótel, en fyrst það var komið inn á þetta þá fannst mér tilvalið að segja mína skoðun á því máli. Talandi það að við eigum að kannski að hafa aðeins samráð hlutina en kannski þetta ekki stærsta skipulagsmálið hjá okkur en allt í lagi við þurfum að hlusta á öll sjónarmið í málinu og sem fá sem flesta til þess að tjá sig það. Það er alveg mín skoðun en ég hef í rauninni ekki nema gott með þetta að segja. Það sem ég langar til að fá kannski upplýsingar eða spyrja hér úr þessu púlti og var ástæðan fyrir því ég kom upp. Það að mér langar að forvitnast aðeins hver staðan á Langasandsreitnum sem ég kalla, sem eru farnir að kalla öðru nafni. Nú er fyrirsjáanlegt að það er að ljúka endurgerð og endurbótum á Faxabrautinni. Og þess vegna langar mig að spyrja hver er staðan þá á áformum uppbyggingu? Er verið að undirbúa gatnagerð og hvar er áætlað að verði byrjað að byggja og þá hugsanlega hversu stóru svæði á að taka í það sem við getum þá kallað áfanga 1 og hvort að formaður skipulags- og umhverfisráðs svarar þessu eða bæjarstjóri, þeir finna út úr því en það verður mjög gott fyrir okkur því það hefur verið mjög hljótt þetta. Þannig hefur fundist þetta verið að taka aðeins lengri tíma heldur en átti gatnagerðin. Ég skilst að það hafi einhverjar ástæður fyrir því en maður
sér að það hlýtur að fara að verða komið lokapunktur í þessu og þá hefði maður vænt þess að við værum klár að fara að byrja. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, hv. bæjarfulltrúar, áhugaverðar umræður hóteli á Garðavöll og varabæjarfulltrúi Guðjón Viðar kemur hér upp með ýmsar vangaveltur og það er ekki halda það í eina mynd að ég komi hér upp sem framkvæmdastjóri golfklúbbsins og svari þeim og muni eftir ekki blanda mér í umræðunum sem bæjarfulltrúi. Þannig að svo það sem alveg haft að hreinu en hvetja eindregið að setja sig í samband við stjórn. Við erum frábæra stjórn í golfklúbbnum. Ef hann hefur einhverja vangaveltur sem snýr að félagsstarfinu og samtvinningu þess við hótelið. Þannig að formaðurinn heitir Pétur Oddsson og endilega setja í samband með hann. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir sem á Hlíða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér og spurði stöðu mála á Langasandsreit eða Semisreit eða sem við kalla þetta. Undirbúningur fyrir úthlutun á lokametrunum. Það er vonandi út auglýsing núna bara í byrjun september. Það er rétt til bæjarfulltrúanna að þetta hefist hafist. Við vorum tölur að vinna við vegagerðina þar sem Faxabrautin er þjóðvegur í þéttbýli og vegagerðin hafði ákveðnar meiningar útakstur og innakstur af þeirri götu inn í hverfið. Þeim er lokið og bara ég held að geta allir sagt frá fíborðið. Við náðum bara góðri niðurstöðu þar og eins og segja vonandi þegar þá getur farið að bjóða út lóðarétt. Fyrsti reitur sem verður boðinn út er svokallaður C-reitur sem er þá reiturinn sem kemur að horfum á kortið í boganum við Jaðarsbraut. Upp af Jaðarsbraut að fara niður og sem er á út af þarna verksmiðjuhúsinu eða skrifstofuhúsinu. Það er reitur sem þannig minni að séu 100 íbúðir. En svo í framhaldinu þá er bara gert ráð fyrir því að bjóða út fleiri reiti. Gatnagerð þarf að stóru leyti að vinnast með byggingaraðilum þarna, þar sem húsin er byggð út úr götu. Þannig það verður unnið í samræði við þá aðila sem fá þarna lóðir. Við veitum að stóru reitir sem þessir, þegar menn eru komin með byggingaréttina þá líður töluvert tími, það er töluvert undirbúningur sem þarf til áður en menn geta að byrja að byggja. Og ég svona ekki miklu áhyggjur af því. Og það er væntingar til þess að þessi reitir verði komin á fulla ferð á næsta ári. Allan á fyrstu byggingar. Það var ekki svo skemmt. Hvað var það hótel? Það er svo sem ekkert að tjá mig sérstaklega það. Það er bara í ákveðnu ferli og sjáum bara hvernig það fer og ég held að þessi verði skemmtileg viðbót en svo sem ekkert undan mér endalega niðurstöðu en bara þetta er eins og í ákveðnu ferli og bara sjáum hvernig það fer. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Ég ákvað nú fyrst að farið að ræða hótelið upp á Garðavöllum eða þetta
þessa breytingu eða fyrirhugaða byggingu. Ég velti fyrir mér sko, ég veit ekki hvort að einhver hérna getur svarað, ég hugsanlega varaformaður Skóla Kristjáns. Varðandi sko, það sem ég er að hugsa er að við bætum þarna við þessu hóteli og gestum á því sem spila golf, hvaða áhrif þetta hefur á ásetni á vellinn, hvort það hafi bætt í því. Já, þessu mannvirki, væntanlega þurfum að gera á fyrir að ráðstímum klúbbfélaga þakki. En nú veit ég bara ekki lítið málið að ég átti mig ekki á því hvort að það er skortur á ráðstímum eða hvort að það er eitthvað sem að eru gæði sem er nóg til að. Þetta er ábendingar sem ég hef fengið varðandi hótelið að sem sagt hvort að prófarar og Akranesi þurfa að fara að slóst kostnað. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég átta mig ekki alveg á þetta hverju fyrirspurninni hvernig ráðstíma við golfklúbbsins á Akranesi er vísað til mín sem varaformaður Skóla Kristjáns. Ég er ekki búin að setja mig sérstaklega inn í það hvernig það er, þannig að ég vil bara beina fyrirspurninni fyrir stjórn golfsins, það vera eðlilegur farvegur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka formanni Skipulags- og umhverfisráðs Ragnari P. Sæmundsyni fyrir hans góðu svör og ég skil þá málið þannig að það sé búið að taka ákvörðun það að bjóða út ákveðin svæði til þá verktaka, ekki eins og í öðrum hverfum okkar að við sjáum gatnagerð og úthlutun svo lóðum. Þetta er svona hugmynd sem hefur sveimað en ég hef aldrei svo sem fengið staðfest að það verið búið að ákveða það. En ég tek orð formannsins sem slík að það verði boðin út svæði til uppbyggingu. Hvað varðar stóra golfvallarmál og með hóteli, þá ætla ég að ráðleggja bæjarfulltrúnum Kristni Atli Sveinssyni að ganga í golfklúbbinn, fara að spila golf, því að þetta er tiltölulega einfalt, því að við félagsmenn, við höfum ákveðin frest fram yfir aðra til að skrá okkur á teig og minnir að það sé einhverju 4-5 dagar, 6 dagar, 7 dagar og ég notfæri mér það oft því að þá er maður með tíma en utan klúbbsfélagar þeir geta í rauninni ekki skráð sig, ég held að það sé 2 dagar. Þannig að við höfum alltaf ákveðin frest til þess að velja okkur ástíma og svo geta hinir fengið rest. Ef þannig er. Þetta er tiltölulega einfalt kerfi og ég held að það sé töluvert langt í það og það væri mjög góður dagur fyrir golfklúbbinn þegar hann rennur upp að félagsmenn
hafi ekki og nái ekki nokkurn veginn þeir ástímum sem að þeir vilja. Þá voru það mörg í klúbbnum, það verður enda sterkari og þá förum við að horfa fram á það að við förum að bæta við völlinn, byrjum þá sennilega bara á 9 holum í viðbót og í mínu hjarta, þá var ég sennilega hættur að spila golf, að þá verður hér 36 holur golfvöllur og vonandi með eitt stórt hótel í viðbót við hann. Þannig að hér geti fólk notið þess að vera úti og spila hérna skemmtilegu íþrótt golf. Þetta reynir á skap manna. Það öllum hollt að taka smá rispu og fá hjartað aðeins á stað. Því að þessi völlur er tiltölulega léttur á fæti, þannig að hjartað þarf stundum aðeins örari slátt og ég nýt mín oft og spila með bræðrum mínum eins og heppnir að við erum 4. Það er 1 hol og við erum hver á sinn háttinn skapi farnir og stundum náum við bara 3 í hol, kannski bara 2 en þetta gefur manni mikið og þetta hefur verið mér sérstök ánægja á gamans aldri að fá bara að leika aftur við bræðrum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson er næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Góð dag. Ég kemst ekki til það. Forseti, þá getum við bæjarfulltrúar aðeins má hlýða. Þetta er skemmtilegt ræð. Ég ætla að byrja náttúrulega að biðja varaformann skóla Kristjáns afsökunar á að beita sér fyrir mér. Hún var náttúrulega algjörlega vanhugsuð og ég ætlaði engan veginn að koma henni í klandur. Þetta var eins og það pabbi fyrir inn í ræður. Ég þakkaði einhver síðan fyrir svöri og ég veit ekki hvort þetta kemur okkur til umræðin í skóla Kristjáns. Ég mig langar aðeins að þakka Einari Brandsssyni bæjarfulltrúa fyrir gott boð og ég vona bara að hann einhvern tíma því að vanta bróðurinn að ég fór að koma með. Þið verið aukamaður, það er örugglega skemmtilegt. Ég ætlaði líka af því að var talað um að húsið þessi fyrirhuga hús væri nálægt braut og menn væri að slá í það eða upp á það. Ef það verður, þá væri ég spáði að grasa á húsinu, þannig að það væri þá að hafa tröppur upp á þannig að við getum slegið af því eða lendið einhvern. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langaði aðeins að koma bara inn þessar umræður sem eru það hótel. En kannski byrja á þeim nótum að undanfarnum mánuðum þá hefur sem betur fer verið nokkuð margir sem hafa haft áhuga á uppbyggingu og á atvinnuuppbyggingu á Akranesi. Og sem betur fer þá erum við að sjá þann áhuga víða á Akranesi. Við erum að sjá áhuga fyrir uppbyggingu á hóteli við golfvöllinn. Við erum að sjá áhuga á uppbyggingu til lengri tíma, jafnvel á hóteli á fleiri stöðum á Akranesi. Við erum að sjá áhuga á ýmiss konar uppbyggingu í Flóahverfi, á Breiðunni, á nálægt Buðlu og Langasandi, þar sem hugmyndasamkeppni í gangi og það
mjög ánægjulegt að við séum að vinna að því að eiga möguleika á því ekki bara að stuðla að því að fjölga eggjum í atvinnulegu tilliti sem við sannarlega þurfum á að halda því að hér fara nálægt fjórðungur af vinnuafli hér á Akranesi til vinnu á höfuðborgarsvæðinu á hverjum degi þegar að COVID ekki í gangi. Með því að fjölga möguleikum í atvinnulegu tilliti þá getum við tryggt að fólk geti verið í sjálfbærari bæ sem að svo vinnur hingað í bæjarfélaginu eða á grundtakasvæði. Og það búið að vera gríðarlega áhugavert að hitta þann aðila sem hefur haft áhuga á uppbyggingu á hóteli við golfvöllinn. Og svo þetta þarf að virða þær leikreglur sem í kringum deiliskipulag og hvernig það í gangi, þannig að það bara eftir að koma í ljós hvort að það muni leiða fram. Ég þó tjáð mig að þessi uppbygging á golfhóteli í Borgarnesi hefur verið gríðarleg lyftistöng fyrir golfklúbbinn þar. Og ekki síður fyrir ferðamennsku í bæjarfélagi. Þannig að það eitthvað sem að við höfum því miður verið að haka allt og lítið í það box. Það hefur verið fyrst og fremst Guðlaug í fyrsta sæti sem hefur dregið til okkar ferðamenn og svo höfum við séð Vitan og það góða starf sem að Hilmar leiddi af stað og ásamt því að fengi veglega styrki og styrka sig við ferðamanna til þess að keyra á þessu verkefni. En hótelið gæti orðið til þess að golfvöllurinn sem í dag eitt mesta aðdráttarafl fyrir ferðamenn hingað á Akranes geti orðið enn meira og ég satt að segja vona að það finnist niðurstöða í þessu deiliskipulagsferli sem að allir íbúar og geti sætt sig við, þannig að þessi draumur geti orðið að verða. Ég loki málinu. Bæjarstjóri Sævar Freyr hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áfylgja. Það alveg nauðsynlegt að skipta skoðunum og það komið fram að skipta skoðun á hvernig best að standa svona máli og ég vil bara minna á það að það kom upp hugmynd að á 2008 eða 2009 að byggja hótel á þessum Golf Rate sem var þarna niður í skógræktinni eða þarna við golfvöllinn. Það var fellt af félagsmönnum. Og það hótel var fjær. Það var eiginlega ekki neinni hættu. Og þannig var staðan þá og ég veit ekki þetta kemur ef þetta verður að veruleika, hann kemur þetta bara væntanlega til félagsmanna að ákveða það. Ég held að það er þeir sem hafi síðast orðið, því að þetta völlurinn okkar. Og með rástímaskráninguna, það veðrið á Íslandi býður ekkert alltaf upp á það að þú getur ákveðið það að eftir 10 daga verður gott veður. Það er kannski gott veður á morgun. Þá ertu að fara í golf. Það verður ekki just á komist. Út af því að það er fleiri sem eru í pottinum að skrá sig. Þetta er bara hinn hlutin að svo ég bara sé ekkert eftir því að það búið að vera skemmtilega umræðið þetta allt saman. Og hérna bara nauðsynlegar. Ég vona að það verði bara farsæl lending í þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að tjá mig aðeins bara úr stóli forseta og aðeins að leggja inn í þessu umræðu segja svona mína
mína skoðun aðeins á málinu. Það svona sannast hér sem kom fram hjá bæjarfulltrúa fyrr á þessu fundi að skipulagsmál fara ekki endilega eftir flokkum, en hafa bara mismunandi skoðanir og hver út frá sinni sýn og sinni sannfæringu. Við höfum lengi talað okkur Matti hótel á Akranesi og verið áhugasöm bara flestar hugmyndir sem fram hafa komið og þær hafa alveg verið nokkrar í tíð þessar bæjarstjórnar. Ég áhugasamur þessa hugmynd hótel við golfvöllinn og varðandi bara hótel og íþróttasvæðum almennt, eins og bæjarfulltrúi Guðjón Viðar fór yfir, hvað gerum við ef að hestamannafélagi vill byggja hótel, hvað gerum við ef það kemur hugmynd hótel við knattspyrnuvöllinn. Mér finnst allar svona hugmyndir spennandi. Það er mín sýn. Ég fór sem fararstjóri með 3. flokki IA þegar sonur minn spilaði þar á móti í Danmörku, í Vilbjerg á Jótlandi. Þar hótel og ráðstefnuhótel sem kallað svona íþrótta- og menningarsetur sem stendur bara fast við íþróttasvæði þegar þú getur meira að segja gengið út úr matsalnum, mér minnir að hafa verið matsalnum, þar sem þú getur gengið út á svalir og þá ertu með yfirsýn yfir aðalvöllinn, knattspyrnuvöllinn, svipað eins og ef að sambærileg bygging kæmi á þyrlupallinn hjá okkur. Og ég var afar hrifinn af þessu svona konsepti sem þarna var í gangi. Og þetta hótel var með ráðstefnuherbergjum og þetta hótelherbergjum og þar að auki búningsklefum og alls konar aðstöðu fyrir bara íþróttahópa sem var þangað að koma. Þannig að íþróttatengd ferðamennska eitthvað sem bara hljómar mjög spennandi í mínum augum. Reiturinn sem var felldur út úr skipulagi sem hótelreitur og hefur komið hérna til umræðu. Mér veitanlega hefur ekkert verið spurt þann reit núna í tengslum við þessa hótelbyggingu. Það bara áhuginn hefur frá upphafi verið á þetta svæði meðfram fyrstu braut. Ef að það kemur fram áhugi að byggja hótelið frekar þar á gamla hótelreitnum heldur en akkúrat þarna, þá ég til í að ræða það. En ég meina ef að hótelið rís á einum stað, þá grænt svæði annars staðar. Að ef það risi á hinu reitnum og þá grænt svæði áfram þar sem að nú verið að hugsa. Þannig að á mínum mati væri það bara athugunar virði. Ég svo sem ætla ekkert að ræða meira um þetta, en mér langaði bara svona aðeins að segja mína skoðun og eins og ég segi, það sannast hér í þessari umræðu að skoðanir og skipulagsmálum, það fara ekkert endilega eftir því hvar við erum í flokkum eða hvort við erum í meirihluta eða minnihluta. Þetta er bara yfirleitt mál sem að hver og einn tekur afstöðu til út frá sínum persónulega sjónarhorni og sínum persónulega skoðun. Og mín persónulega skoðun er svo að mér finnst þetta spennandi hugmynd. Og eins og kom fram hjá formanni skipulags- og umhverfisráðs að þá þetta mál bara í ferli. Og mér finnst eðlilegt að það ferli haldi áfram og við höldum áfram að velta þessu fyrir okkur og skoða alla kosti og galla og möguleika. Umræðan hins vegar afskaplega mikilvæg og að fá ábendingar, nei, við erum ekki að djóka, að fá ábendingar gagnstæðar kannski þeim skoðunum sem að maður hefur myndað sér bara gagnlegt. Og það er bara gott að fá það inn í umræðina og það er hressandi fyrir okkur að taka að sjá hlutina út frá fleiri en einu sjónarhorni.
Það var allt sem ég vildi segja um málið. Eru fleiri sem vilja ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs? Ef ég má synga, já. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég þakka forseta fyrir að fá að leyfa mér að tala hérna í þriðja sinn, þó að almenna reglan sé svo að við eigum að tala tvisvar undir hverju fundarlið, en þetta er kannski gert undantekningar á þessu og þetta er náttúrulega marga fundargerðir sem að liggja þarna undir, en þetta er nú samt að halda mig við stóra hótelgólfvallarmálið. Ég ætla að fá að leiðrétta það sem kom fram hjá bæjarfulltrúanum Guðjóni Viðari Guðjónssyni að það hefur verið félagsmenn golfklúbbsins sem að felldu hótelbygginguna á sín tíma. Þeir felldu í rauninni það að í hótelinu yrði félagsaðstaða fyrir golfklubbinn Leyni. Það var í rauninni það sem að þeir höfðu ákvörðunarvald þeir stjórn golfklubbsins Leynis eða félagsmenn þeirra, þeir hafa ekki skipulagsvald. Það eru við 9 sem sitjum við þetta borð og það var heimilt að byggja hótel á þessum reit alveg þangað til fyrir 2 árum síðan að það var tekin ákvörðun við þetta borð að fella þann reit út og ég get tekið undir með forseta Markari Lyngdal Jónssyni að ég get alveg fallist á það að skoða það að og er sennilega fremstir röð að taka upp á umræðu að leyfa hótelbyggingu á þessum reiti. Ég held að það sé hentugra svæði. Við getum byggt stærra hótel fyrir fleiri gesti og ég er líka sammála forsetanum það að þessi samsetning að hafa hótel við íþróttasvæði er eitthvað sem að mér hugnast vel og það er eitthvað sem við eigum að skoða eða framtíðin mun ábyggilega skoða hvað varðar Jaðarsbakkasvæðið og sennilega mun koma upp umræða það ef að ég átta mig rétt á þeim tillögum sem að liggja fyrir skipulag á því svæði. Ég get sagt það að þetta munu félagsmenn golfklubbsins Leynis hafa eins og allir aðrir íbúar Akraness rétt á því að segja sína skoðun. Þeir geta komið ef að þeir velja sem félag að koma með ábendingar eða athugasemdir eða meðmæli með því að þetta hótel verði byggt. En þegar upp eru staðir að þá það þeir 9 sem sitja við þetta borð á þeim tíma sem að ákvörðun kemur hér inn sem að ráða því hvort þetta verður að veruleika. En ég vona að ég hafi talað skýrt að það er ekki félagsmenn golfklúbbsins Leynis sem að hafa yfirráðavald yfir skipulagsmálum. Það eru við 9 sem sitjum við þetta borð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðeins sem á hlýða. Ég er að þakka forseta fyrir að koma og tjá mér hér í þessinn. Ég ætla alls ekki að ræða meira um golf.
þess að leiðrétta einn misskilning. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson virðist hafa skilið orðum sem svo að á þessu fyrsta riti við erum að fara útboð á lóðréttinum, þá sé verktakinn að fara að annast gatnagerð. Það sem ég vildi meina var að þar sem húsin eru byggð alveg út í götu, þá þarf gatnagerðin að vinnast með verktakann. En hins vegar verið að skoða báða leiðir, annars vegar að við sjáum gatnagerð og hins vegar á stærri reitunum að verktakinn sjáu þá alla reitin. Það sem alltaf segir sjálft að það bílakjallarar og það verður óskum lítið eftir allt því efni sem innan reitsins og keyra því mestu í burtu og nýtt í staðinn. En þarna það sem við byrjum, þar meira verið að útfærsluna að við vinnum það sama verktakann, það sem gatnagerðin og lóðin blæða algjörlega saman. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar P. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og mælendaskrá tæmd nema einhver vilji stökkva til núna og þessi hljóðs. Það enginn sem biður orðin og þar með höfum við lokið umræðu fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Þá fyrir við 14. fundarlið, þannig málsnúmer 2101-008, fundargerðir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2021 og lögðu fram 100. og 20. fundargerð stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 22. júní síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir farandi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Við erum hér með fundargerð stjórnar Höfða sem frá 22. júní. Stjórn Höfða mun koma, það tillaga hefur verið borið fram við stjórn að verði stjórnarfundur aftur 7. september. Þannig að þetta svo fundargerð sem hefur legið fyrir núna í sumar. Á þessum fundi var þetta hefðbundna mál, það voru vistunarmál að Höfða og eins og sést í fundargerðinni þá biðlistirnar alveg í bara almenn rými, hjúkrunarrými og dvalarrými 38 einstaklingar á bið en í hvíldarinnlagni 30 einstaklingar. Á þessu sama fundi í dagskrárliði nr. 2 þá var rekstraryfirlit frá 1. janúar til 31. mars lagt fram og kannski svona það sem þar helst að frétta að það hefur komið inn auka fjárveiting til Höfða sem ekki farin að skila sér kannski almennilega inn í þetta en á fundi núna sem verður núna 7. september næstkomandi eða lagt til að þá liggur það fyrir að stjórnin þurfa að afgreiða viðauka með það sem auka fjármagn hefur verið að koma inn meðal annars vegna þess að Höfði búinn að taka að sér að reka 3 rými fyrir hróflæðisvanda. Biðrými þakkaði fyrir varaformaður stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis Einar Brandsson bæjarfulltrúi. Og en auk þess hefur verið leiðrétting á daggjöldum og á þessu tímapunkti er ekki með nákvæmlega uppfært það hver það en það verður til umræðu og afgreiðslu núna 7. september. En allavega í þessu 3 mánaða yfirliti sem að hér var lagt fram þá samt sem áður þjónustutekjur að hækka 9 milljónir umfram áætlun á fyrstu 3 mánuðum ársins. En á sama móti þá laun fyrir dagvinnu að hækka umfram áætlun 4,6 milljónir. Laun vegna yfirvinnu að hækka rúmum 2,5 milljón yfir. Það sem að hækka matvæli, það hefur orðið breyting á samsetningu á matseðli inni á Höfða. Það var nú bara þannig að það voru
starfsmenn og nokkri heimilismenn sem var svona tóku höndum saman og vildi fara yfir matseðlana sem voru í gildi og skoða hvað hægt var að gera betur og það var tekið mið af því, var settur upp samráðshópur fæðið og fundið út af því hvernig fólk geti orðið ánægðara, en auk þess þetta bara þannig að það er mjög erfitt að ákveða fyrirfram í rauninni allar þær upplýsingar sem ég hef, hvaða lyf þurfa hverjum einum tíma, varðandi ýmsar hjúkrunarvörur eins og bleiur, ýmsar lækningavörur og annað slíkt. Það er oft erfitt að gera ráð fyrir því áætlun því að það fer auðvitað eftir í hvað þarfir og hvað heimilisfólki þarf á að halda á hverjum einasta tíma. En hins vegar reynslan held ég að sýna okkur það að það er örugglega óhætt að gera ráð fyrir meiru en minnu. Fólk er að verða veika þegar það kemur inn á hjúkrunar- og dvalarheimili, þannig að þessi flokkur er nú ofta hærri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. En hins vegar sérfræðiþjónusta orkukaup viðhaldsfé undir áætlun, sem sagt ráðstöfun þá á viðhaldsfé undir áætlun næmur tæpum 5 milljónum króna. Þannig að það má segja það að eftir samtal mitt við framkvæmdastjóra Höfða núna bara fyrir helgi, þegar við vorum að fara yfir það hvað yrði á fundi Höfða núna 7. september, að við erum að horfa á það að öllum líkindum sé Höfði réttu megin við núllið, það skilja jákvæðri rekstrarniðurstöðu eftir 6 mánuði ársins. Þannig að það hefur orðið talsverð viðsnúningur í þessu, hvað varðar auka framlög. Það kom til hjúkrunarheimila og ég veit bara ekki nákvæmlega, ég verð með það næsta þegar stjórn Höfða hefur fundað, þá skal ég vera með á bæjarstjórnarfundi hér á eftir eða senda ykkur það. Að ég man ekki nákvæmlega í þessum töluðu orðum til hlutur Höfða var út úr því að það kom aðeins auka fjármagn hvað varðar stöðu hjúkrunarheimila frá ríkinu núna undir vorið og síðan hefur líka orðið ákveðið reikningsstöð breyting á reikningsstöðu hvað varðar umönnunarþing. Þannig að þetta er að skila okkur auknum tekjum og auk þess líka þessu auka rými, en auk þess líka kostnað. Af því að þetta er fólk sem við erum að þjónusta. Þannig að þetta svona lítur betur út. Síðan þarna dagskrárliður númer 3, þar sem við erum að fagna því að í úthlutun að framkvæmdasjóðs aldraðra fyrir á þessu ári núna í maí, 20. maí. Að þá var í rauninni Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili sú stofnun sem fékk hæsta framlagið út úr framkvæmdasjóði aldraðra í þeirri úthlutun sem var núna í vor. Og við vissulega hefðum viljað sjá fjárframlög til annarra og fleiri verkefna hér á Akranesi, þá var þetta virkilega ánægjulegt að við fengum þetta framlag úr framkvæmdasjóðinum upp á 117 milljónir króna fyrir endurbótum á annarri hæð og fyrstu hæð. Og þetta skipti máli og eins og þér munið hér í bæjarstjórn líka að það var það þannig að við vorum áður búin að fá samþykki úr framkvæmdasjóði aldraðra upp á 59 milljónir króna, en síðan hækkaði kostnaðaráætlun vegna þessara framkvæmda verulega. Þannig við tókum áhættu það að skila styrknum og sækjum aftur til að fá það sem við eigum rétt að fá fyrir þeim framkvæmdum sem þarf að fara í. Þetta er ekki eina úthlutunin sem Höfði fékk úr framkvæmdasjóði aldraðra þessu sinni, en það þarf að fara í endurnýjun á lyftuhurðum og þar var framlag framkvæmdasjóðs aldraðra 1,8 milljón og einnig þarf að endurnýja glugga á jarðhæð og framlagið var 2,8 tæpar. Það var í rauninni bara ákveðið í stjórn Höfða að við skildum bara sækjum framlag til þeirra verkefna sem
við sáum að blasa við og við fengum fyrir öllum þeim verkefnum sem að við sóttum Þannig að það ber að fagna því sem að er jákvætt fyrir okkur þó maður hefði vissulega viljað sjá meira á öðrum vígstöðum líka. En síðan var í rauninni bara síðasta málið sem var 4 önnur mál, þetta var bara stuttur fundur eins og þið sjáið, bara 50 mínútur eða svo. Að það þurfti að skipa aftur í framkvæmdanefnd Höfða til þess að hægt sé að halda áfram með það forvinnu og annað slíkt sem þarf til að geta ráðist í þessar framkvæmdir. Og það var að Akraneskaupstaður tilnefndi Björn Kjartansson sem nýjan formann nefndarinnar. Og stjórn Höfða samþykkti það. Þannig að við erum allavega að horfa í það sem umræðan sem við höfum átt hér og rekstrarform Höfða að kannski fyrri ræðum hef ég verið að segja oft á tíðum að ég vilja alveg sjá og meta hvernig og hvort að komi inn auka framlög frá ríkinu til þessa reksturs og eins og staðan akkurat núna á þessum tímapunkti, og maður er bara að vakta málið, að þá ríkið að bæta inn í rekstur Höfða. Það hefur verið þessi breyting á þessum stuðli og sem hefur komið inn auka fjármagn vegna þessara niðurstaðna sem meðal annars birtist í Gylfaskýrslunni og það var sett inn smá svona auka fjármagn með vorinu og Höfði fékk hlutdeild í því. En ég skal koma leið og ég sé hvernig þetta sundurlega skal upphafa eru ykkur eftir niðurstaðan verður, skal við koma og láta ykkur vita af því hér í bæjarstjórn og þannig að þið séu öll meðvituð það að þetta eining sem skiptir gríðarlega miklu máli að sé ekki margar milljónir í mínus fyrir okkar samstarf. Og við viljum auðvitað að hún skili jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Takk fyrir. Elsa Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða, mér finnst bara ánægjulegt að sjá það að heyra það að það eru viðsliðingur í rekstri Höfða og komið meira fyrir inn í og þannig að það ekki talað lengur að breyta rekstrarform því að það eins og ég hef sagt áður þetta bara best komið í okkur öll. Þannig það bara. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla sennilega að hækka heyrnartækjanum því ég hef ekki heyrt okkur einasta mann nefna það að það kom ekki lengur til greina að breyta rekstrarform og hjúkrunardagarinu Höfða. En auðvitað það fagnaðar eftir að sú barátta sem við höfum háð fyrir auknum fjárframlögum til hjúkrunardagarins að skila sér, hvort heldur í auknum rekstrartekjum eða útgjöldum eða fjárframlögum vegna framkvæmda. Og það gleðilegt að við höfum verið velunni fyrir það að taka það ákvörðun að skila styrknum og fáum í staðinn mun hærri styrk sem að mun eftir nýttu tók við. Mér langar til að forvinnast aðeins hjá Elsu Láru Arnardóttur viðbrögð Höfða eða hvort að menn sjái í stjórn Höfða eða heilbrigðismann Höfða mögulegar breytingar á sinni starfsemi í tengslum við, ég vil segja, það nýja anda sem kom fram á heilbrigðisþingi sem fjallaði í raun aldraða og var haldið núna 20. ágúst. Það sem að ég gat ekki skilið annað á eftir það þing
ég kann ekki skilja það þingum með öðrum hætti en að það ætti að verða algjör viðsnúningur í nálgun á málaflokki ef þessar tillögur ganga eftir. Varðandi nýja stefnu. Þar kemur í raun fram, ef ég skil málið rétt, að það standi til að reka hjúkrunarheimili inn á heimilum fólks. Þannig að það komi jafnvel til að það verði greiðslu, sérstakar greiðslu sem að væntanlega verða þá tengdar hjúkrunarþing og fara það fram á heimilum eldri borgara eða við okkar tilfelli þá eldri Akurnesinga. Og það sem ég kannski sérstaklega ánægður með er að væntanlega verður þessi þjónusta ekki endilega á hendi hins opinbera. Heldur gæti hún verið í rauninni framkvæmd af þeim aðila sem að býður hvað mest og við fáum hvað mest fyrir fjármunum. Og það í mínum huga er ekki endilega opinbera aðili og því vil ég í raun jafnvel fagna því og beina þá kannski því til Elsu Láru að orðvinnast nú það innan höfða hvort að breyttar áherslur muni endurspeglast í starfseminni á höfða og jafnvel að höfði gæti útvikla sína starfsemi einhver leyti á grundvelli nýrrar heilbrigðisstefnu. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fær orðið til svari. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mér finnst þetta bara mjög góð vangavelta og mjög góð spurning og hjá bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni. Þetta hefur auðvitað ekki verið rætt inni í stjórn Höfða en hins vegar stöndum við alltaf frammi fyrir því eins og ég fór yfir hér áðan að allt þetta kjörtímabil hafa verið það fyrir pluss eða mínus 40 manns á biðlista inn á Höfða. Það sýnir það að fólk er reynt að bíða í langa tíma eftir því að komast inn. Það er alltaf dágóður fjöldi, það er oftast í kringum 30 mann sem er að bíða til hjúkrunarrýmum og eins og núna 10 mann sem er að bíða til dvalarrýmum. Mér finnst þetta sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson nefnir hér það hvernig og hvort við sem velferðar þjónustu okkar hjá kaupstaðnum eða höfði sem hjúkrunar- og dvalarheimili eða aðrir aðilar að hvort það sé ekki bara hægt einhvern veginn að setjast niður og ræða hvernig hægt væri að nálgast þetta. Ég held að þörfin og höfði hjúkrunar- og dvalarheimili verði svo sannarlega og þurfi að mínu mati að vera til staðar í hvað mynd sem það er og að þá telja sér þörf á einhver leið. Þjóðin er eldast, aldraðir er hópur sem þeim að fjölga. Ég held að við munum ekki byggja endalaust af hjúkrunarheimilum eða bæta við endalaust af plássum til framtíðar, heldur þurfa að hugsa í öðrum lausnum samanber svipuðum lausnum jafnvel og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson nefnir hér. Það væri bara gaman og fróðulegt að taka bara umræðu þetta í stjórn Höfða bara hvernig fólk sjáu fyrir sér, hvernig fagfólk sjáu það fyrir sér að ná utan þessa þætti og á stjórnarfundi fyrir ekkert löngu síðan var fólk bara að ræða hvernig við getum lagað okkur að meiri koma svo til þetta sé ekki þetta skiljist að einhvers staðar á landinu eða ekki Akureyri og víðar að þá eru hvíldarrýmin orðin þannig
vinnur þessu hvíldarrými, að þá eru dagdvalarrýmin orðin þannig að þau eru ekki bara dagdvalarrými frá 8 til 4, heldur þetta eru orðin 8 til eitthvað, þetta eru orðin svona vaktaskip. Og þetta er þetta, þarna voru umræður þetta, þetta væri gaman að geta nálgast eitthvað svona, hvaða mannskap höfum við, það er alls konar gerjun að gerast, það er svo margt að gerast í þessu málaflokki í dag út af þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, að það væri þetta bara gaman að eiga umræðu þetta í stjórn höfða, við hér í bæjarstjórn, við hvert viljum stefna saman, þannig að kannski stuttamáli, það væri bara gaman að taka umræðum, algjörlega, þannig að ég hef að segja þetta bara á einfaldan hátt, þá ég alveg til í spjallum, mér finnst þetta bara, eins og ég sagði áðan, við erum bara með það marga spili sem styttast aldrei og við þurfum að líta til annarra úrræða, ef mér minnir rétt var það ekki leigufélag aldraðra eða einhverjir eitthvað að fara af stað í eitthvað verkefni, þessu gætu til dæmis horft á eitthvað þróast til dæmis á Dalvíkurberginu eða annars stað. Tökum samtalið, er það ekki? Takk. Unnur Arnardóttir hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnar höfða. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Ég bara þakka fyrir þessu umræðuna. Margt mjög áhugavert kom fram í máli bæjarfulltrúi Elsu Arnardóttur og eins bæjarfulltrúi Óla Arnarsonar. Ég held að bæjarfulltrúi Óla Arnarsson hafi verið að vísa í kynningu sem fór fram í síðustu viku og eins frétt sem birtist þar á eftir að erlendi sérfræðingur er búinn að taka út þetta kerfi í Íslandi og var að benda á þetta hróplega ósamræmi sem birtist kerfinu hér eða saman borin eru Norðurlöndin og löndin í kringum. Það sem mun meiri fjármagni er veitt til heimaþjónustu og heimahjúkrunar og var að reyna svolítið að benda á til dæmis vandinn sem stæði að Landspítalann þar sem ákveðið hlutfall rúma ákveðið rýmin er alltaf frátekið vegna þess að það eru sjúklingar sem að bíða eftir dvalarleyfi. Mér finnst það mjög áhugaverð nálgun. Eldri borgarar er sá þjóðfélagshópur sem stækkar hvað mest hér. Þjóðin er eldast og við vitum það að í dag fólk er bara, það fólk verður líka mjög seinna gamalt en það var eins. Þú ert orðin mjög gamalt þegar þú verður virkilega gamalt. Þegar þú verður gamalt. Skrítið þessi setning var nú. Ég held að við getum gert miklu meira þarna. Ég held að þetta sé einmitt sóknarfæri fyrir dvalarheimilin okkar að sækja fram og veita mun meiri þjónustu út í bæ. Þetta sé mun fleiri sem geti í raun og veru búið mun lengur heima en þurfi bara meiri þjónustu. Eins og var bent á þessari frétt og þessari yfirferð hjá þessum erlenda sérfræðingi, þá er þetta náttúrulega margfalt ódýrari leið, margfalt ódýrari að veita þessa þjónustu heima. Hann kom fram líka með þessa hugmynd að fjölskyldumeðlim þeir sem getur dvalið heima og fengið kannski umönnun hjá fjölskyldumeðlim, fengið þá greitt einhvers konar dvalargjald, samskonar og við þekkjum dvalargjald í dag. Það er líka mjög sniðugt og spennandi nálgun. Fólk sem býr út á landi og annað, það getur búið lengur í sínu samfélagi, þurfum við ekki að rífast upp og til búferðarflutningast til þess að fara inn á dvalarheimili, kannski gefa í sínu heimili. En ég segi, ég er mjög spenntur fyrir þessu nálgun og spenntur að fylgjast með bara eitthvað samtali og hvernig það þróast áfram. Takk fyrir. Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Langar að bara svona leggja örlítið inn í þessu umræðu sem er mjög góð. Mjög hlýttur því að við tökum samtalið þetta og einmitt eins og bæjarfulltrúi Ólafur Arnarson kom inn á mjög áhugaverðir hlutir sem komið fram á þessu heilbrigðisþingi daginn.
Og eitt af því sem þurfum einhvern veginn að ráða bót á sem bara samfélag hólfunin. Til dæmis það að eldri borgar og býr heima hjá þér, þá talar við sveitarfélagið ef þú þarft að láta þrífa hjá þér, en þú talar við heilbrigðisstofnun ef þú vilt láta baða þig. Og þetta bara, þessi hólfun svo hamlandi og einhvern veginn hindrar það að við náum að straumlínulaga kerfin og þjónustur. Það eru alls konar svona hluti sem við þurfum svolítið að hugsa vel út í og gera betur. En orðið afturlaust fundargerð höfða. Má ég koma upp því að þetta, já. Já, þú mátt það. Það fundur að samanræðingu. Forseti getur bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég bara fagna því að við séum á þeim stað til að velja taka þetta samtal. Það rétt sem bæjarfulltrúi eða forseti nefndi hér, eða bæjarfulltrúi Valgarður Ingvar Jónsson, að þessi hólfun milli kerfa, að það í rauninni bagalegt og ruglingslegt fyrir fólk að getur bara fyrir mjög flókið að bara verða svolítið þjónustu, að þurfi ekki að þessi kerfi hafa bara samband, að sé ekki bara eitthvað þverfaglegt teymi sem í rauninni getur bara tekið utan einstakling og hann fái þá þjónustu sem hann þurfa á að halda. Ég held líka að núna eins og ég var aðeins að skoða þetta að samkvæmt þessari stefnu lögð mikil áhersla á þverfaglegt samstarf milli þjónustustig. Það lögð áhersla á nýsköpun, að við nýtum að þessi horft leið og þessi verið að huga því að færa hjúkrunarheimilin eða þjónustuna inn á heimili fólk sem við nýtum okkur nýsköpun, velferðartækni og þetta þverfaglega samstarf. Ég held að ríki, sveitarfélag og þarna maður sem heilbrigðisstofnun, félagsþjónusta eða hvað það í hjúkrunarheimili geti tekið höndum saman það að ná utan þetta. Þverfagleg samvinna innan til dæmis skólakerfanna að skila mjög góðum árangri í að ná utan einstaklinga sem hafa alls konar. Og af hverju þá ekki á þessum grundvelli líka. Og ég man þetta heilbrigðisráðherra nefndi það í ræðu á þingi í fyrra minni eða frekar eitthvað þannig að við Íslendingar erum og hjúkrunarheimila með auðvitað alltaf X hópur sem þarf að verða. Veikasta fólkið okkar eins og orðið í dag. En á meðan alltaf einhver hópur heima sem fær ekki þá þjónustu sem þetta getur endilega á að halda. Það nefndi einmitt ráðherra það að við þurfum að horfa meira til Norðurlandana, horfa fyrstur til þessari velferðartækni og þessari þverfaglegu samvinnu. Og ég veit ekki hvernig við sem samfélag komumst þangað, en ég til í að leggja upp í samtalið og viðra þetta í stjórnarlega því fagfólki sem þar situr. Finnist svona og hvort það sé einhverju möguleikar þar að hæra upp því að eða hvort það væri gett á annan hátt. En það að fá þetta við það. Þannig ég vildi bara koma þetta með velferðartæknina og þverfaglegu samvinnuna að hér því að ég þess fullviss það að það veit langt. Takk fyrir. Fulltrúi Ársæla Rafnadóttir hefur lokið máli sínu og fulltrúi Kristín Hafdís Sveinsson biður um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Þetta mjög áhugaverðar umræður og svona. Það greinileg gerjun í umræðinu málefni aldraðra og þjónustu við þá.
Ég langar bara að benda á að við í velferðar- og mannréttindaráði tókum sem sagt, fólum okkar sviðsstjóra að vinna minnisblað stöðu málaflokksins innan sveitarfélagsins og í samanburði við önnur sveitarfélög. Það var gert í kjölfar umræðna hér á bæjarstjórnarfundi og brýningar frá bæjarfulltrúa Ólafur Adolfssyni. Við eigum kannski von á því að sjá eitthvað af því núna í haust. Þetta var samþykkt á fundi í maí hjá okkur. Þannig að við erum að skoða málin eða allavega að reyna að taka einhvern punkt á stöðunni hjá okkur varðandi þetta, en hins vegar og var þetta mjög fróðlegt mjög fróðleg umfjöllun og það er mjög spennandi sem sagt að veita fólki þjónustu lengur inn á heimilum sínum í staðinn fyrir að flytja þau kannski of snemma á hjúkrunarheimili. Það er svo flestir myndu kjósa það að búa heima hjá sér sem lengst. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerð stjórnar Höfða. Það er enginn sem að biður orðið og látum við þá hér með lokið umræðu þessa fundargerð 120. fundarstjórnar Höfða. Næsti fundarliður nr. 15 á dagskránni fjallar fundargerðir stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur og forseti ætlar að óska eftir að fá víkja úr forsetastóli og að varaforseti taki við stjórn fundarins við þessum lið. Já, við ræðum hér fundargerðir 2021 Orkuveita Reykjavíkur tvær fundargerðir 305 og 306 sem liggja frammi og orðið laust þessar fundargerðir. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem fyrir sér ljós, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar til að forvinnast aðeins lið 4 í fundargerð 300 og 5. fundar í örugglega. Það er með. Þar kemur Gestur Pétursson ásamt fleirum til fundar við stjórnina og kynnir framtíðarsýn forðamála Vatnsveitu Reykjavíkur og Akraness. Ég er aðeins forvitinn, nú erum við nýbúin að heyra í félagsmálum Orkuveitunnar og Veitna og Karpi sem ég misti nú að hluta umræðinu hjá Veitum, hjá Gesti, en ég hef mikinn áhuga á því að forvitnast hvort að fyrirhuguð sé einhver vatnstaka, einhver ný vatnsból, annaðhvort hér á Akranesi eða í tengslum nágrenni Akranesi eða Hvalfellsveg. Og það er ástæðan fyrir ég er að svona forvitnast það er sá möguleiki að ef að áform þróunarfélags og Grundartanga verða veruleika varðandi framleiðslu á rafmagnsnýtingu, þá er ljóst að við þurfum að umtalsvert magn af köldu vatni, meira magn heldur en í boði í dag. Þannig að þess vegna beini þessari fyrirspurn til bæjarfulltrúa Arnar Jónsson sem okkar fulltrúi í stjórn Orkuveitu. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næstur hefur kveðið sér ljós bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson, gjörðu svo vel.
forseti og myndu bæjarfulltrúar. Þessi fundur sem hér ræðir, fundur 305 fór fram í apríl og núna fyrir stuttu þá hittum við bæjarfulltrúar síðan fyrirsvarsmenn Orkuveitunnar og dótturfyrirtækja og við fengum í raun og veru á þeim fundi sömu upplýsingar og komum fram þarna á þessum klukkufundi í vor. En ég ætla að fara aðeins yfir forðamálin varðandi ferskvatn. Við erum auðvitað í þeirri stöðu hér á Akranesi að við erum að nýta yfirborðsvatn og það eitt og sér er eitthvað sem að menn hafa áhuga á að starfsfólk Veitna hefur áhuga á að breyta. Forðamál vatnsveitunnar hér á Akranesi standa þannig að vatnsveitan annar núverandi þörf mjög vel og það er rými en það er ekkert óbúslega mikið rými. Það er ekki annað en að koma eitt stórt fyrirtæki til dæmis í matvælaframleiðslu og sem þyrfti mikið ferskvatn til sína framleiðslu og þá væri vatnsveitlan hér komin á damp, sérstaklega á hávarspunktum. Þannig að veitur hafa verið að þreifa fyrir sér með fleiri vatnsveitusvæði til þess að bæta inn á bara vatnsveituna hér í Akranesi. Það eru ferskvatnslindir víða sem koma undan Akrafjalli, grunnvatnslindir sem að starfsfólki Veitna leist ágætlega á, en því miður að þá eru þessar lindir ekki í landi Akraneskaupstaðar, heldur á löndum ýmissa landeigenda í Hvalfjarðarsveit og veitur hafa bara ekki náð samkomulagi við landeigendur að fara í tilraunaformi til þess að kanna þessar grunnvatnslindir. Þannig að það eru þetta bara mörk á því hvað þetta fyrirtæki er tilbúið til að greiða fyrir að geta borað eftir vatni og það hefur ekki náð saman. Þannig að veitur höfðu huga á því að koma að bora eftir ferskvatni og koma því í samband hingað niður eftir og bæta því inn í vatnsveituna okkar hér á Akranesi en það er viðræður hafa bara allt okkar. Þannig að fyrirtækið hefur horfið frá því. Þannig að það sem að verið að horfa til núna varðandi ferskvatni hér í Akraneskaupstað er möguleikinn á því að tengja lögn yfir á Kjalarnes. Þetta neðansjávarlögn, vatnsveitan í Reykjavík með forðan sem sækir forða sinni til Gvendarbrunna. Þar er nóg vatn og stöðugt framboð af vatni og ekkert annað fyrir sér en að það dugi og dugi höfuðborgarsvæðinu og væri auðveldlega hægt að bæta Akraneskaupstað við þá veitu. Lögnin nær alveg upp á Kjalarnes, alveg langleiðina upp á göngum og þá væri hægt að leggja sjólögn þaðan, neðansjávar yfir Hvalfjörð og koma upp aftur megin og þetta væru 16 kílómetrar sem þarna væri verið að komast með rör til þess að tengja okkur við Gvendarbrunna. Og það myndi að við leysa þennan vanda sem að gæti orðið hér á Akranesi eins og ég segi ef að okkur tækist að ná hingað öflugu fyrirtæki sem að þyrfti mikið af ferskvatni til sína framleiðslu sem að væri til dæmis mjög ákveðsanlegur kostur í
vistværum miðgjörðum í Flóahverfi. Þannig að það það sem við erum að horfa á núna til þess að leysa þetta. Til framtíðar hins vegar horft til þess að Hvalfjarðargöng verði tvöfölduð með tíma og að í þeirri framkvæmd verði gert ráð fyrir lögnum, bæði köldu og heitu vatni og raforku ef með þarf. Það væri bara innviklað í þá framkvæmd alveg frá upphafi. Og þá erum við farin að tala grundartangosvæði. Þá erum við farin að tengja grundartangosvæði við þessa öflugu vatnsveitu sem er fyrir sunnan og gæti veitt vatni til þeirra starfsemi sem bæði Ólafur Adolfsson vísaði til sem að vilji stendur til að byggja upp inn á tanga. Það hefur verið bent á Holtsdal-Hvalfirði og þar séu grunnvatns lindir sem að jafnvel jafnist á við Gvendarbrunna og það eru upplýsingar sem ég hef frá starfsfólki veitnaði það að það sé rétt að það eru svona vísbendingar það hefur hins vegar lítið verið rannsakað og veitur hafa svo lítið hugsað það svæði hingað til. En svona fyrstu viðbrögð sem við höfum fengið við spurningum við þetta eru þær að það geti jafnvel verið skynsamlegasta leiðin að tengja ef að farið væri að ná í kallvatnið í Bostal, að tengja það suður. Og með þessa framtíðarsýn að lögnin upp á tanga væri í gegnum göng. Það væri til þess að bæta inn á veituna þeim megin fjarðar. Þetta eru mjög óljósar hugmyndir. En framtíðarsýnin hjá veitum er fyrst og fremst upp á stóriðunum inn á Grundartanga að þá hangir framtíðarsýnin hjá veitum við að það verði í tvöföldum Hvalfjarðargöng. Það fyrst og fremst líka til. Svona ég hef náð að svara þetta spurningum. Valgarður Lyngdal Jónsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og við ræðum fundargerðir Orkuveitunnar og orðið laust. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þannig að þessar fundargerðir eru þá hér með lagðar fram og ég býð forseta að taka við aftur við fundarstjórn og taka síðasta málið fyrir. Já, ég þakka varaforseta fyrir afleysinguna í fundarstjórn. Við förum í 16. fundarlið, málsnúmer 21.01.117, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2021 og lögðu fram fundargerð stjórnarsambandsins númer 899 frá 11. júní síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún þá framlögð. Þá ekki fleira á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum sem mættu í góðu formi eftir sumarfrí og við fengum oft á tíðum mjög skemmtilegar og líflegar umræður. En fundurinn orðið nógu langur. Takk fyrir fundarsetuna. Fundi slitið.
Fjórum sem, já,